Já, góðan daginn. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin hérna á ársfund Norðorku 2024. Gaman að sjá hvað eru ofboðslega margir mættir hérna. Ég svo sem ekkert hissa, það sem frábær dagskrá framundan. Mjög þétt dagskrá. Þannig að við réðum okkar besta fundastjóra hér á Norðurlandi í verkefni til að halda tíma. Og ég ætla hérna bara að bjóða hann í pontu, svo að þetta starta þessu og vona að þið eigi góðan dag með okkur og verði líflegar umræður hérna á eftir. Geir Kristín, takk. Já, kæru fundargestir, kæra þakkir, engin pressa. Já, ég heiti Geir Kristín og gaman að sjá okkur. Við erum með dagskrá hérna sem að stendur til svona rúmlega 5 og þá taka við létta veitingar hér fram í Nausti. Og mér langar að byrja því að segja ykkur frá því að það þarna á einhverjum borðum QR-kóði sem þið getið skannað til að komast í glæsilega ársskýrslu Norðurorku. Og ég hvet ykkur til þess. Nú við ætlum að taka kaffílega hérna klukkan 4 og mitt hlutverk að reyna að halda þessu öllu saman á tíma. Ég ætla að hafa þetta þannig að ef það tími á milli erinda þá opna ég fyrir spurningar. En ef við erum knöpp á tíma eftir hvert erindi að þá geymum við þær. Velkomin Jón Valgeir. Þá getum við byrjað. Að þá tökum við spurningar í restina. En við skulum bara keyra í gang. Og fyrsta erindið, eins og hér stendur, heitir jarðhitaleit í Eyjafirði og sú sem ætlar að leiða okkur í allan sannleikann þetta, hún jarðfræðingur og starfar sem verkefnastjóri rannsókna á viðhalds- og veitusviði rannsókna og viðhalds á veitu- og tæknisviði hjá Norðurorku. En hún ekki bara jarðfræðingur. Hún hefur hlaupið 100 metrana á rúmum 14 sekúndum. Hún hefur hlaupið hálfmaraþon á 2:16 og það ekki nóg með það. Og hún ber alveg með sér að vera hlaupari, en hún kannski ber ekki með sér, en hún æfir hnefaleika. Og þannig ég ætla bara að veita ykkur svona vinalegt ráð að þið ætla að abbast upp á einhvern af þessum fyrirlesturum hérna, ekki velja Sigurveig. Hún hleypur ykkur upp og kýlir ykkur. Þannig að við skulum byrja þetta. Sigurveig, gjörðu svo vel. Já, góðan dag, kæru ársfundagestir. Ég heiti sem sagt Sigurveig og hef starfað á Norðurorku í 3 vikur. Þar áður starfaði ég á Ísor í tæplega 16 ár. Og nú hefur mér verið falið að ræða við ykkur jarðhitaleit í Eyjafirði. En þessa mundir stendur nefnilega yfir umfangsmikið jarðhitaleitar átak sem hefur þá meðal annars að markmiði að stuðla að því að hægt verði að viðhalda sjálfbærri vinnslu úr jarðhitakerfunum okkar. Jarðhitasvæðin okkar hérna í Eyjafirði eru flokkuð sem lághitasvæði og þau eru utan við hin virku gosbelti landsins. Þannig að varmagjafinn í þessum kerfum ekkert annað en sá varmi sem í berginu sjálfu á hverjum stað. Og til þess að þessi kerfi geti bæði myndast og haldist viðvarandi árþúsundum saman, þurfa að vera í berggrunninum opnar leiðir fyrir grunnvatnið til þess að geti náð að komast niður á nógu mikið dýpi þar sem bergið nógu heitt. Og það almennt talið að þessar leiðir séu lóðréttar eða svo til lóðréttar opnar sprungur í berggrunnunum og að í þeim eigi sér stað staðbundin hræring vatns sem að flytur varma
af miklu dýpi og upp í efri jarðlög. Og það er ennfremur talið að af og til þurfi að verða hreyfing á þessum sprungum eða misgengjum sem að heldur þeim opnum. Slíkum hreyfingum fylgja jarðskjálftar og þó að lítið sé jarðskjálfta í Eyjafirði og þeir séu langoftast það smáir að þeir finnast ekki, þá eiga þessar hreyfingar mikinn þátt í að mynda þessi jarðhitakerfi og líka viðhalda þeim. Og fyrir það bil 7 árum síðan settu Norðurorka og Ísor í sameiningu upp þétt jarðskjálftamæla net í Eyjafirði í þeim tilgangi að safna samfelldum gögnum smáskjálfta sem að geta bent okkur á virkar og opnar sprungur á og í grennd við jarðhitasvæðin. Og þetta er ein af þeim leiðum sem að við höfum til þess að sjá undir yfirborðið og rannsaka það sem ekki sést með berum augum. Og jafnvel á þeim stöðum þar sem heita vatni nær alla leið upp til yfirborðs til þess að mynda heitar laugar eða volgrur, þar er málið samt ekki svo einfalt. Því að í upphafi jarðhitaleitar hérna í Eyjafirði var einfaldlega borað í næsta nágrenni við yfirborðsummerki jarðhita. Og þá var borinn í rauninni notaður sem leitartæki. Og fyrstu tilraunir til þess að kanna nýtingu jarðhita fyrir Akureyri voru gerðar við heitar laugar í Glerárdal. Og þar var fyrsta holan boruð árið 1930. En til að gera langa sögu stutta þá bar jarðhitaleit í sunnanverðu firðinum lítinn árangur næstu áratugina og það var í rauninni ekki fyrr en 1975 sem að eitthvað almennilegt fór að gerast. Og í millitíðinni hafði auðvitað ýmislegt gerst og þar ber kannski helst að nefna tvennt. Annars vegar höfðu jarðbornir ríkisins keypt stóran nýjan bor sem var kallaður Jötun og gat borið niður á 3600 metra dýpi. Og hins vegar höfðu orðið þó nokkra framfarir í tækjabúnaði og aðferðum til jarðhitarannsókna. Og nú var meðal annars hægt að leita betur en áður undir yfirborði að vísbendingum jarðhita með jarðeðlisfræðilegum mælingum eins og viðnámsmælingum og segulmælingum. Og segulmælingar felast í mælingum á segulsviði jarðar og breytingum á því og með þeim er hægt að kortleggja bergganga og misgengi sem að leynast hulin undir jarðvegi eða undir lausum yfirborðslögum. Og jarðhitasprungur þær fylgja gjarnan slíkum fyrirbærum. En viðnámsmælingar aftur á móti, þær eru næmar fyrir hita bergsins og þær sjá miklu dýpra undir yfirborði heldur en segulmælingarnar. Og þær hjálpa okkur að koma auga á uppstreymi og útbreiðslu heitavatnsins. Og vegna þess að tengsl jarðhita og viðnáms í jörðu eru vel þekkt, þá nýtast þessar mælingar mjög vel í jarðhitaleit. Og það kom fljótt í ljós að jarðhitasvæðin í Eyjafirði komu fram í viðnámsmælingum. Og árið
1975 boraði Jötunn 1300 metra djúpa holu á Syðra Laugalandi sem hafði verið staðsett á grundvelli fráviks sem fannst í viðnámsmælingum. Þetta var hola LJ5 og úr henni runnu til að byrja með það bil 100 sekúndulítrar af 93 gráðu heitu vatni og annað eins hafði vart sést á Íslandi. Og upp úr þessu var hitaveita Akureyrar stofnuð árið 1977. En aðeins 2 árum seinna kom í ljós að afkastageta Laugalands var mun minni heldur en spáð hafði verið. Og fram til 1980 var boraður fjöldinn allur af dýrum og mjög djúpum og mjög dýrum holum sem voru boraðir í leit að meiri jarðhita og skiluðu margar litlum árangri. Og þessi atburðarás, hún leiddi af sér mikla erfiðleika í rekstri veitunnar og mun hærri kostnaðar fyrir íbúðana heldur en vænst hafði verið. Þannig að nú var sem sagt löngu orðið ljóst að jafnvel þó að yfirborðsummerki jarðhita væru sjáanleg, það var alls ekki svo augljóst hvar best væri að bora. Þannig að upp úr 1980 voru teknar upp nýjar aðferðir við jarðhitaleit. Og þær fólust meðal annars í því að nú var borun djúpra og kostnaðarsamra holna haldið í lágmarki og í staðinn var lögð áhersla á nákvæmar og vandaðar yfirborðsrannsóknir, meðal annars með nýjum tegundum af viðnámsmælingum og þéttum segulmælingum og að bora margar grunnar og ódýrar holur, rannsóknarholur. Og þetta var gert til þess að safna sem mestum gögnum jarðhitakerfið áður en valinn var staður fyrir djúpa og dýra holu sem ætluð var sem vinnsluhola. Og þessar grunnu og ódýru rannsóknarholur, þær eru kallaðar hitastigulsholur. Og leit að jarðhita með slíkum holum felst í því að það eru boraðar margar 60 til 100 metra djúpar holur á tilteknu landsvæði. Og þær eru svo hitamældar og út frá hitamælingunni reiknaður hitastigull sem sýnir hversu hratt hitinn hækkar með dýpi. Og það hefð fyrir því að gefa hitastigul upp sem gráður á Celsius á kílómetr, sem segir til það hver hitinn væri á 1 kílómetra dýpi ef að sami hitastigull héldi áfram þangað niður. En það þarf samt alls ekki að vera á svo sé. Og þegar búið að bora margar hitastigulsholur á svæðinu, þá teiknað upp hitastigulskort sem sýnir hvar hitastigulshámarkið og síðan boruð djúp hola þar. Og út frá þessu gríðarmikla átaki þar sem þessum nýju aðferðum var beitt, fundust góðar vatnsæðar á nokkrum stöðum og þar á meðal á botni í Glerárdal og Þelamörk. Og þó að þær væru vissulega til bóta, þá þurfti samt áfram að leita allra leiða til þess að uppfylla orku og aflþörf veitunnar. Og þá víkur söguna að Hjalteyri.
en þar fannst fyrir tilviljun jarðhiti árið 1998 þegar þarna var boruð 60 metra djúp hola í leit að jarðsjó sem átti að nota til fiskeldis. Sú tilraun mistókst en hins vegar kom í ljós að þarna var hitastig upp á 100 gráður á kílómetra sem að kom verulega á óvart af því þarna eru engin ummerki á yfirborðum jarðhita og hitastigur utan áhrifa jarðhitakerfa er ekki nema 40 til 60 gráður á kílómetra á þessu svæði. Og í kjölfar þessa óvænta fundar hófust skipulagðar rannsóknir í grennd við Hjalteyri þar sem boraðar voru 18 rannsóknarholur til þess að kortleggja þetta hitastigulsfrávik og efnagreina jarðhitavatnið og kortleggja jarðlögin í holunum. Og á þessum tímapunkti hafði borist til landsins nýtt mælitæki sem var svokölluð hljóðsjá. Og með henni er hægt að teknar myndir af borhóluvegnum og þetta eru stefnubundnar myndir og það er hægt að nota þær til þess að kortleggja sprungur sem að borhólan sker. Og á sama tíma er hægt að mæla hvernig þessar sprungur stefna og halla. Og fyrsta mælingin með þessu nýja tæki á Íslandi var gerð á Hjalteyri árið 2002 þegar mælt var í einni af þessum 18 rannsóknarholum. Og þessi mæling hjálpaði mönnum að staðsetja fyrstu djúpu vinnsluholuna á svæðinu HJ19. Og sú hola heppnaðist einstaklega vel eins og við vitum. Og síðan þá hafa verið boraðar 2 vinnsluholur til viðbótar á Hjalteyri og þessar 3 holur sjá núna Akureyringum og nærsveitingum fyrir það bil 75% af því heita vatni sem þeir fá. En vinnsluholurnar á Hjalteyri voru boraðar nálægt sjó, enda er grynnsti hluti jarðhitakerfisins við ströndina og teygir sig inn undir sjávarbotn Eyjafjarðar. Og undir lok 2021 fór að mælast aukin selta í vinnslueftirlit sínum úr vinnsluholunum sem að benti til þess að snefilmagn af sjó væri farið að dragast inn í jarðhitakerfið. Og síðan þá hefur selta farið hratt vaxandi í holunum. Þannig að nú liggur fyrir að það þarf að draga úr vinnslu í Hjalteyrakerfinu. Og í því samhengi hefur Norðurorka farið af stað með fjölþætt átak til orkuöflunar og orkusparnaðar og þar má til dæmis nefna vitundarvakninguna sem hefur farið í gang, sem hefur það að markmiði að vekja samfélagið til umhugsunar heitavatnsnotkun og hvetja til ábyrgrar notkunar. Og síðan eru líka uppi áform að nýta glatvarma úr álþynnuverksmiðjunni TTK á Krossanesi til þess að hita upp bakrásavatn úr kerfum Norðurorku. Og þið munið læra meira það í næsta erindi. Og enn fremur hófst fyrir nokkrum árum umfangsmikið jarðhitaleitar átak sem er núna í fullum gangi. Og stór hluti þessa átaks felst í
því að leita vísbendinga ný og áður óþekkt jarðhitakerfi sem ekki eru ummerki á yfirborði. Og þá farið gróflega yfir mjög stórt svæði í Eyjafirði, annars vegar með viðnámsmælingum og hins vegar með hitastigulsborunum. Og á síðustu 2 árum hafa verið boraðar 26 hitastigulsholur víðs vegar Eyjafjarðarsvæðið og það hafa fundist skýr merki jarðhita í Fálkafelli ofan Akureyrar og í Þorvaldsdal sem þykir mjög áhugavert. Og fyrsti áfangi jarðhitaleitar í Þorvaldsdal þegar hafinn og hann felst í viðnámsmælingum eftir endilöngum dalnum frá dalsmynni og í norðri og alla leið suður í Hörgárdal. Og þessum viðnámsmælingum ætlað að gefa vísbendingar hvar í dalnum líkur eru á jarðhita og hvar skynsamlegt að bora hitastigulsholur til þess að afmarka hugsanlega jarðhitasprungu. En auk hitastigulsborana hafa undanfarið 2 ár farið fram viðamiklar viðnámsmælingar víðs vegar Eyjafjörðinn og í þessu átaki hefur verið mælt við vestanverðan Eyjafjörð frá Akureyri til Hríseyjar og í Vaðlaheiði þvert yfir jarðgöngin og alla leið suður að Torfufelli. Og í þessu átaki hefur líka verið lögð áhersla á að bæta við mælipunktum við botn, sunnan við Hrafnagil. Vegna þess að í eldri mælingum höfðu komið fram skörp viðnámsskil suður á botni sem þóttu mjög áhugaverð. En í þessu jarðhitaleitar átaki sem stendur núna yfir felst líka nánari leit á svæðum sem þegar verið að vinna úr með það að markmiði að auka þar orkuvinnslu. Og eitt þessara svæða botn. Vegna þess að það hefur lengi verið vitað að þar mun meira vatn til staðar heldur en fæst úr núverandi holum. Og undanfarin 30 ár hefur það verið talið líklegt að megin uppstreymi jarðhitans í þessu kerfi sé í það bil 100 metra þykkri setfyllu sem hylur botn Eyjafjarðardals. En á sínum tíma var talið að það myndi vera allt og kostnaðarsamt að bora í þessa setfyllu. Þannig að það var aldrei gert. En aðstæður og tækni hafi breyst síðan þá. Og akkurat núna í þann mund að hefjast tilraunaboranir á nokkrum hitastigulsholum þarna í miðri setfyllunni. Og við vonumst til þess að niðurstöður úr þeim ásamt viðnámsmælingunum og líka setlyktarmælingum sem eru líka áformaðar, að þetta muni gefa upplýsingar megin uppstreymisrás jarðhitans sem fæðir vinnsluholurnar á botni og talið geta gefið miklu meira vatn heldur en fæst þar nú. Annað svæði sem verið að leita nánar á núna Ytri-Hagi og þar hafa undanfarið 2 ár farið fram viðamiklar rannsóknir sem hafa það að markmiði að staðsetja
djúpa vinnsluholu á svæðinu. Og þarna til dæmis búið að gera nákvæma jarðfræðiathugun og sprungukortlagningu á yfirborði og það búið að segulmæla svæðið með dróna og á grundvelli þessara athugana voru staðsettar 2 500 metra djúpar rannsóknarholur, skáboraðar sem voru boraðar í lok síðasta árs og byrjun þessa árs. Og í þeim hafa verið gerðar mælingar og greiningar sem gefa upplýsingar hitaástandið og jarðlög og sprungur í holunum. Og núna sem sagt verið að vinna úr þessum gögnum og taka saman öll þessi gögn og samtúlka þau. Og hérna sjáum við til dæmis nokkrar góðar opnar sprungur sem koma fram í alveg glænýrri hljóðsjármælingu úr annarri holunni. Og niðurstöðurnar úr þessari samtúlkun og gagnasamantekt, þær verða síðan notaðar til þess að staðsetja djúpa holu, vinnsluholu á Ytri-Haga og markmið að hún muni skera góðar vatnsæðar og stuðla þannig að því að hægt verði að minnka álagið á Hjalteyri og viðhalda þannig sjálfbæri vinnslu úr því öfluga kerfi. Já, takk kærlega Sigurveig, mjög áhugavert og vonandi ber ykkur gæfa til að finna meira af heitu vatni með aðstoð Sigurveigar. En eins og hún nefndi þá ætlum við næst að fara yfir í annað mjög áhugavert erindi sem að fjallar nýtingu glatvarma. Og þetta svona mjög áhugavert verkefni sem er leitt af Antoni Benjamínsyni. Og það þarf svona ákveðna þrautseigju og þolinmæði og keppnisskap í þetta verkefni og ég get sagt ykkur það að ég þekki manninn ágætlega og hann uppfyllir alla þessa kosti og keppnisskapið slíkt að einu sinni var ég með honum í ákveðnum stað þar sem hann var fyrir svolítið alvarlegum meiðslum. Hann axlabrotnaði nokkuð illa. Og það hefði verið mjög gaman að segja að þetta hefði gerst við svona einhverjar cool aðstæður, motocrosshjóli eða vélsleða. En Toni sem sagt axlabraut sig í stígvélakasti. Og þetta var við upphaf óvissuferðar og hann kláraði ferðina, langt fram á nótt eða morgun og tók bara sársaukann út daginn eftir. Slík þrautseigjan. Þannig að, Toni, gjörðu svo vel. Halló, Herr Simmer. Já, takk fyrir, Geir. Það eins gott að nefndir ekki 100 metra tíman hjá mér, en síðasta keppnisgreinin þessa nótt var á Siglufirði í Kirkjugarðinum og það var að chippa golfkúlu og ég vann þá keppni, axlabrottinn. En ég nú ekki með mikið af glærum. En það kannski ekki fá svo miklu eða mikið að sýna enn sem komið En til að fyrirbyggja allan misskilning, þá þetta ekki Borðeyri við Hrútafjörð, þetta Akureyri. Tekin í kringu 1940, hérna Brekkugata, Oddeyrargata hérna upp, þetta ekki komið lengra. Og 1940, það ekki rosalega langt síðan og þetta sýnir kannski hvað byggðin hefur vaxið mikið og þar með þurfum við meiri varma í þetta sem við erum að rembast við. Það nú þannig að vatnsnotkun undanfarin ár hefur aukist langt umfram
fjölgun íbúa og rúmmál bygginga hefur vaxið ennþá meira heldur en íbúafjöldi en á tæpum 2 áratugum jókst heitavatnsnotkun 100%, en íbúum fjölgaði 20%, þannig að hver og einn haus hefur náttúrulega notað meira, annaðhvort í formi vatns úr krönum eða til húshitunar, og eins og segir rúmmál húsa hefur aukist miklu meira heldur en fjölgun fólks. En já, þetta ekki Borðeyri, Akureyri. Og það sem við ætlum að fara að gera, eins og búið að nefna, við ætlum að reyna að nýta eitthvað af þessum glatfarma svokallaða sem að TTK er að skila frá sér út í sjó. TTK er að brúka dagsdaglega 50, 60, 70, 80 megawatt, svona eftir álagi. Og á þeirra vélasamstæðum er kælivatn og sem er 65 gráðu heitt eða rétt rúmlega. Og í dag er notað sjór til að kæla það niður án þess að fer aftur á vélar. Og í stað þess að nota sjóinn ætlum við að reyna að nota bakrásavatnið okkar, eða retúrvatnið. Og flest ykkar, af því að þekki það mörg hérna inni, þau vita alveg hvað retúrvatnið er eða bakrásavatn, en örugglega ekki alveg allir. Ég ætla að segja það bara í örstuttu máli. Vatnið inn til ykkar skiptist í tvennt, má segja. Það fer í að vaska og sturtu, slíkt fer bara niður í niðurfall, fráræðslið og út í sjó. Það sem fer í hitakerfið hjá okkur, ofna eða gólfhita, hvernig sem það er, það kemur tilbaka kalt úr húsinu frá okkur, eða svona 30 gráðu heitt kannski. Það er þessi retúr sem við ætlum að nota. Retúrin þarf að fara í annað kerfi í götunum hjá okkur og það er ekki alls staðar slíkt kerfi í bænum. Það er að segja það sem að hitaveitan var lögð fyrst, þar er bara einfalt kerfi og þar fer það bara í fráveituna. En nú til dags er alltaf sett annað kerfi í götunar. Það er örlítið minna heldur en heitavatnskerfið okkar sem er að fara inn til okkar. Og við ætlum að safna þessu retúrvatni saman og fara með það niður í Bekromal og hita það upp. Þetta retúrvatn er svo sem, það verður safnað í saman dag og það er ekki til einskis. Við erum að nota það nú þegar. Það er að segja, við notum það til að blanda saman við heitt vatn frá Hjalteyri og svo sem framan á firði. Því að vatnið þaðan er of heitt til að fara beint inn á kerfin okkar eða inn í húsin okkar. Þannig að við erum kælu aðeins niður með bakrásavatninu, retúrvatninu. Og við munum halda áfram að gera það, en bara ekki með 30 gráðu heitum retúr, heldur með 65 gráðu heitum retúr. Þannig að við fáum í raun meiri orku í heildina. Sumt af retúrvatninu er síðan notað í öðrum tilgangi til að dæla niður á Eyjafjarðarsvæðið fram í firði, fram á Laugalandi, til að fylla á tankin yfir sumarið þegar við erum ekki að nota það svæðið mikið. Og það verður vafalaust gert áfram líka. Við höfum, eins og sagði, takmarkaðan retúr úr að spila núna í augnablikinu. Væntanlega munum við byrja að fara með svona 50 til 70 sekúndulítra þarna niður yfir. Og það mun gefa okkur svona 7 til 10 megawatt og það er ekkert alveg ónýtt því að það má geta þess að hitaveitan okkar er 100 megawatt, ekki rétt Stefán? Svona það er stærðargráðan, þannig að þið sjáuð 7 til 10 megawatt er slatt í poka eins og krakkarnir myndi segja. Og nýja Móahverfið, það náttúrulega bæti síðan inn í þetta, við stutt að sækja það frá þeim stað sem við förum í þessar tengivinnu sem ég sýni aðeins og eftir. Og þá erum við kannski komin fara að nálgast 100 sekúndulítra og þá myndi þetta heita 14 megawatt cirka. Þannig að það er eftir ýmsu að slægjast.
hérna, hvernig stýrir þetta já? Hérna sjáum við Hörgábrautina út úr bænum. Hérna koma núna heithauturlagnar inn í bæinn frá Hjalteyri. Þetta 300 lögnin gamla sem var lögð fyrir 20 árum síðan rúmum og þetta lögnin sem kom í fyrra í bæinn, 500 lögnin, sem nýja. Svo sjáum við Hlíðabrautina hérna. Það sem við verðum vör við þegar við förum í þessar framkvæmdir, það mestmegnis austan Hörgábrautar, sjáum það betur á eftir. Það eru 2 staðir hérna sem við munum sjá í sumar. Það annars vegar hérna fyrir ofan Fosshlíð verður grafin hola, það svona smá tengibreiting þar. Og svo hér við stóru gatnamótin, Hörgábraut, Hlíðabraut, hérna vestan Hörgábrautar og norðan Hlíðabrautar. Þar kemur ansi stór dammur því þar þarf að gera kerfisbreytingar, snúa kerfinu pínu við og tengibreitingar. En við þurfum ekki að grafa hérna Hörgábrautina í sundur sem betur fer. Það verður gert bara síðar. Við munum í augnablikinu nýta okkur ídráttarrör, svokallað tómturör þarna og stingum rör í þær í gegn sem svona óþarflega grant en látum það duga þar til við þurfum að við eða einhver annað þarf að grafa þannig sundur síðan meir. Hér hins vegar sýnt með gulu leiðin sem við ætlum að leggja í sumar og hún verður nú gulgræn hér því það kemur annar rör með í skurðinn okkar hérna og inn í Bekkjarmál. Svo við erum hérna fyrir ofan Toyota og förum hérna niður með utan eða norðan gangstéttar og hérna og við þurfum bara að þvera 2 götur. Það að segja hérna við gatnamótin hjá Toyota og húsasmiðja nýja hérna og svo það Krossannesbrautin. Þetta eru 2 einu götuna sem við þurfum að þvera þannig að þetta á geta valda mikilli röskun þessar framkvæmdir í sumar. Þetta tiltölulega einföld leið að fara, leiðindin, ef svo má segja, í brekkunni hérna við Krossannesbrautin, þetta bratt. Hér einhverja fornminjar sem þurfum að beygja framhjá. Svo þegar við komum niður þá leiðin býsna greið og förum hérna inn í Bekkjarmál TTK heitir þetta í dag. Förum þangað inn og þar með okkar verkþætti sjálfu sér lokið. TTK munu sjálfur sjá tengivinnuna hérna inni og hún talsverð. Þarna koma varmaskiptanir þar sem við ætlum að dæla okkar bakkrossavatni í gegn og þeir sínu kælivatni og dælur, lokar, tölvubúnaður og fleira til að stýra þessu. Það stefnt að því að byrja hérna svona framkvæmdir mánaðamótin maí, júní og svona í lok ágúst verður nú vonandi megninu af þessum jarðvegsframkvæmdum og vinnu við lagnavinnuna lokið. En þá á eftir eitthvað í þessari tengivinnu hérna inni en við höfum sett okkur það markmið að vera búin með þetta mánaðamótin sept-okt. Þannig að við getum farið áhyggjum minni í sturtu í október. Við förum alltaf í sturtu í október. Ég ákvað að sýna ykkur það lokum eitt smávegis, eins og ég sagði við þurfum að þvera götuna hér og svo Krossannesbrautina til að sýna bara örlítið hvernig að þvera eina svona götu. Toyota semst hérna og hérna bílasala Akureyrar held ég þetta og við komum hérna frá gatnamótunum frá og förum svo hérna yfir. Þetta svona typikal gatnamót og eins og við sjáum eru ótrúlega margar leiðslur. Það kaldavatn og það heitafslagnir, rafmagn, míla, fráveita. Þannig að þetta svona ekkert gert með vinstri, ekki nema að maður sé örfentur. Þessi lokun mun taka svolítið tíma. En að
öðru leyti leiðin býsna greið og bein og eins og ég segi, þarna ætlum við að ná okkur í svona 10 megawatt núna og meira á næstu árum þar til við verðum komið fleiri og betri hólur til að dæla upp úr. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anton, heldur betur áhugavert. En að þú spurðir tíman í 100 metra hlaupinu, þá var ég reyndar búinn að nefna. Það var sama í hálfmaraþoninu 2:16. En þetta var frábært. Þá ætlum við að færa okkur yfir í fræðslumálin og fara kannski úr gamla skólanum, hjá Tóna yfir í nýja skólan. Ég segi þetta því að við vorum bekkjarsystkini og Erla. Ég var búinn að segja þér að ég var skotinn niður í fyrsta bekk. Ég veit ekki hvort það vissir að því. En Erla eins og allir manneskjastjórar mjög skemmtileg manneskja og brosmild með eindæmum og hún hefur það einstaka lag að geta sagt nei við starfsmenn með bros á vör og það þekkt upp í Norðurorku að þegar starfsmaður ætlar að sækja hærri laun eða biðja eitthvað og hún segir bara nei með bros á vör og starfsmaður kemur út og segir bara hún sagði bara nei og starfsmaðurinn bara alsæll að því hún sagði nei með bros á vör. Og hún mikill húmoristi en reyndar fannst dóttiðin ekkert fyndið þegar hún notaði sama djókin með bilað uppþvottavél í 1,5 ár. En þarna lærði börnin að vaska upp, skilst mér. En hún mikil A-manneskja og hún drekkur mjög sjaldan en þegar hún drekkur þá vill hún bara ljúka því af fyrir hádegi, mér sagt. Og þegar við hin erum að vakna þá hún búin að fara út með einhver 10 hross og svo framvegis. Og svo síðasti punkturinn minn að Erla, þegar Tóni nefndi að gera eitthvað með vinstri, Erla örvhent, en hún skrifa bara með vinstri og gerir allt annað með hægri. En Erla, gjörðu svo vel. Geir veit miklu meira fólk en sko ég hafi gert mig grein fyrir. Góðan daginn annars. Ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá fræðslustarfinu okkar upp í Norðurorku. Og þannig mynd sem mér tekin í fræðsluvíkunum, þar sem við vorum að læra endurlífgun. Ég get ekkert flett með þessari ljósagræju. Áður en ég fer að setja hluti í samhengi sem að tengjast fræðslumálunum, þá ágætt að fara svona aðeins yfir bara hvernig heimurinn okkar. Hvernig erum við þetta fólk sem erum að læra saman í fræðsluvikum og bara í öllu því fræðslustarfi sem við stöndum fyrir. Við erum cirka 80 einstaklingar. 34% eru konur, 66% eru karlar og ef við skoðum aðeins starfsaldurinn þá sá sem hefur starfað hjá okkur í skemmstan tíma í dag búinn að vinna hjá Norðurorku í 22 daga. Hann hélt alveg ljómandi fínt erindi hérna áðan og ekki margir sem fá eldskírn í því svona snemma. Sá sem búinn að vera lengst hefur starfað hjá Norðurorku í 46 ár, 1 mánuð og 22 daga. Steini, vissirðu þetta? En meðaltalið 8 ár. Bara meðal starfsmaðurinn hefur unnið hjá fyrirtækinu í 8 ár. Hefur lækkað heilmikið undanfarið. Það hefur verið töluvert bara mikil endurnýjun, margir að láta af störfum sökum aldurs. Starfsmannavelta lítil hjá okkur. Lífaldurinn aðeins. Yngsti starfsmaðurinn 19 ára, sá elsti 67 ára og að meðaltali eru við öll 47 ára. Og störfin sem við sinnum hjá Norðurorku eru bara alveg gríðarlega fjölbreytt. Og þau get ekki verið fjölbreytt nema af því að þau eru líka bara svo ólík. Menntunin okkar sem vinnum hana, hún spannar svo bara allt litrófið. Og þetta þarf að hafa í huga þegar við erum að skipuleggja hvað þurfum við að læra. Þurfum við eitthvað að læra? Þarf
sí og endurmenntun. Já, við erum allavega nokkur sem viljum halda því fram. Það hafa alltaf verið breytingar, það bara partur af lífinu, allir þekkja það. En hröðun breytinga í veldisvexti og við sjáum hérna á þessari mynd sem náttúrulega góð á því að við sjáum ekkert hvaða tími þetta Hérna bara í gamla daga, þá voru tæknibreytingar svona, það voru breytingar en þetta var tiltölulega stöðugt. En núna erum við einhvers staðar hér. Og það ekkert margir sem sinna starfi í dag sem var eins fyrir 5 árum síðan. Breytingarnar eru svo hraðar. Ekki bara tæknibreytingar heldur aðra breytingar líka. Það allt að breytast í einu og það gerist mjög hratt og það gerist á ofsalega stórum skala. Og þá komum við aðeins að litlu starfsmannaveltunni sem við erum auðvitað afskaplega ánægð með. Við höfum gott fólk, við viljum engan missa. Þetta eru sérfræðingar sem eru þjálfaðir til margra ára, vita nákvæmlega hvað að gera í vinnunni. En manneskjur eru líka vanafastar. Og það eru áskoranir í því að starfsmannaveltan lítil. Það verður ákveðin hætta á stöðnun vegna þess að ný sýn, ný færni, nýjar hugmyndir, þær koma svo oft með nýja fólkinu. Þegar ég að gera eitthvað í fyrsta skipti, þá ég æðislega svona, þá velti ég mikið fyrir mér hvernig nú best að gera þetta. Þegar ég svo að gera það í 5. skipti, þá ger ég bara eins og ég gerði síðast, af því að það var besta leiðin og ég fann það út þá. Svo ég ekkert mikið endilega að velta því fyrir mér upp frá því. Það líka mikil hætta ef að margir hætta vegna aldurs að mikil kunnátta hverfi á mjög stuttum tíma. Og sérfræðingarnir okkar sem eru búin að vinna hjá okkur árum saman, að meðaltali 8 ár, þeir eru ekki að fletta í minnisbókinni sinni hvernig á að gera hluti. Og ef að þeir hætta margir og það kemur nýtt fólk inn, þá svo mikil hætta á að kunnáttan fari með þeim að einhverju leyti. Meðal annars út af þessu, þá höldum við fræðsluvikur. Og fræðsluvikurnar okkar, þær fara fram 2 vikur í janúar og þær hafa farið fram 6 sinnum árlega síðan 2019. Við höfum haldið 82 námskeið, mismunandi námskeið. Við höfum haldið 268 sinnum námskeið. Þetta allt saman skipulagt innanhús. Öll námskeiðin fara fram á vinnutíma. Flest námskeiðin eru kennd bara hjá okkur í Norðurorku, þó svo við séum sannarlega ekki með neinar kennslustofur eða sér útbúnar til þess. Og það sem við erum kannski getum verið hvað stoltust af, 25–40% kenndra námskeiða kenna sérfræðingarnir okkar. Og það ekki sjálfgefið að vera sérfræðingur í jarðfræði eða að keyra vörubíl eða hverju sem en jafnframt að geta miðlað því og kennt og sett saman og sett upplýsingar á slæður og standa fyrir framan alltaf 80 manns og kenna það sem maður kann. Og þetta alveg ótrúlega dýrmætt. Svo myndum við aldrei vera með nokkra einustu fræðsluvikur nema því að við erum með skólastjóra og Anna Klara skólastjórinn okkar og bara að öllum öðrum og ólöstuðum. Það og ég ætla að sýna ykkur að ég með heila glæru það sem hún gerir þegar við erum að undirbúa það. En hér svona smá tölfræði bara námskeiðsflokkana til dæmis. Almenn námskeið, það eru námskeið eins og persónuleg fjármál. Við vorum með það núna síðast. Við vorum líka með námskeið hinsegin 101 fyrir ári síðan. Við erum miðaldra og alls konar hugtök fjölbreytileikans voru bara ekki til þegar við vorum flest alast upp og þetta var bara afskaplega upplýsandi námskeið fyrir okkur mörg. Excel, Workpoint sem við erum að nota. Svo eru samskipti, heilsu og vellíðan og þetta hefur verið svona vaxandi námskeiðsflokkur. Starfstengd námskeið alltaf stærsti flokkurinn. Bara hvernig notum við fundagáttina okkar, hvernig krumpum við hitaveitulagnir og svo framvegis.
öryggisnámskeiðin, þau eru svo bara, og það má kannski segja það, fræðsluvikurnar þær byrjuðu í upphafi svolítið af því að það er svo mörg atriði í gæðahandbókin okkar sem krefjast þess að við séum með til dæmis öryggisfræðslu, skyndihjálp á 2 ára fresti og svo framvegis og þær verða til í kringum það, svo hafa þær svolítið undið upp á sig. En hann er skólastjórinn. Og þetta er mynd sem er tekin á síðasta degi fræðsluvikna og haldið að það hafi gengið vel. Það gekk vel. Og Anna átti sannarlega meiri partinn af því. Í október þá byrjar svona þarfagreining. Það sem við köllum eftir hugmyndum, við eigum fundi með stjórnendum og starfsfólki, hvað vantar, hvað væri áhugavert, hvað þurfum við að gera. Svo yfirförum við gæðahandbókina, hvað er komið á tíma, hvað þurfum við að setja inn þess vegna. Svo þarf að finna fræðsluaðila og leiðbeinendur, það þarf að semja verð, það þarf að kalla eftir námskeiðslýsingum, raða saman stundatöflu, skrá öll þessi námskeið í kjarna sem er mannauðskerfið okkar. Það þarf að kynna þetta innan hús og fólk viti hvað fer fram hvenar og hvar. Það þarf að útbúa skráningarlista, svo er svona ferðaskipulagning, panta flug, útvega bíla eða svona sér akureyrt, sækja á flugvöllin. Jóna, við sóttum þig ekki, það? Nei, við erum að reyna að labba því. Græja veitingar, uppfæra mætingarlista þegar námskeiðinu er lokið, senda gögn og sækja styrki í fræðslusjóðina. Þetta er alveg ótrúleg handavinna, en þar liggja peningar, gott fólk sem skipuleggi fræðslu. Þetta bara er mjög mikilvægt að við séum að nota þessa peninga bara til gamans. Ég ætla ekki að fara yfir stundaskrána, en þetta er stundaskráin eins og hún leit út á fræðsluvikunum síðast. Litirnir hérna, þeir segja fólki hvert námskeið fer fram. Og svo af því að það er ekkit allir saman, það er ekki allt starfsfólk á öllum námskeiðum, heldur eru sumir sem fara á sumt og aðrir á annað og svo er eitthvað sem allir þurfa að fara og sumt er þannig að það er hægt að kenna það í eitt skipti með bara öllum hópa saman í matsalinn og annað er þannig að það þarf að gerast í minni grúppum og þá er þessu raða niður svona. Svo þarf að skrá þetta rétt í verkbókhald. Og hérna þetta er næst síðasta glæran mín, hérna er bara dæmi námskeið sem hafa verið haldin síðastliðin 2 ár. Og þið sjáið að það er gríðarlegur fjölbreytileiki í þessu. Fyrir ári þá vorum við að byrja að innleiða workpoint, þá voru alls konar workpoint námskeið. Svo kannski að lokum. Ég og Anna og fleiri, við erum bara dálítið montin af þessu fræðslustarfi, en hvað þykir fólki þetta? Og það get ég alveg sagt ykkur er allavega. Sumir hafa bara mjög gaman af þessu og aðrir minna og þegar við spurðum út í það hvaða einkunn gefur fræðsluvikum, spurðum við eftir síðustu fræðsluvikur, 76 starfsmenn af 77 svöruðu í þessari könnun og meðal einkunnin okkar var 7,3. Við erum bara lukkuleg með það. Það sem var vinsælast núna síðast, það sem flestir nefndu, það var námskeið sem heitir Samskipti ólíkra kynslóða og persónuleg fjármál, nú á verðbólgutímum og þá bara veitir ekkert af. Svo bara svona að lokum aðeins sem ég fannst skemmtileg endurgjöf, það eru margir sem gefa sér tíma til að gefa okkur endurgjöf þegar að við erum með þessar kannanir. Námskeiðsvikurnar voru mjög vel skipulagðar, mörg áhugaverð erindi og svo bara heiðarleg endurgjöf sem segir því miður er ég ekki með betri hugmyndir af fyrirlesturum fyrir næstu fræðsluvikur en námskeiðin voru almennt of leiðigjörn, of löng, ekki nógu hressir fyrirlesarar og frekar óspennandi. Og við erum bara alls konar. Mitt uppáhald var samt svolítið þessi sem sagði mér líður pínlítið eins og ég sé komin aftur í þemadag í skólanum. Það er alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og þeim sem að leiddist í skóla, það er kannski þeir sem eru bara
verðum við að gera þetta. En svo held ég að séu fleiri sem að hafa gaman að því og við erum að læra eitthvað nýtt. Takk fyrir. Svara, hún blikkaði mig þegar ég mætti hérna. En takk fyrir þetta, Erla. Við erum á góðum tíma og við langar samt að segja að þið sem að hugsuðu rétt áðan, býtur Geir og Erla jafn gömul, ég haldi að hann hefði verið kennarinn hennar. Þið þurfum ekki að koma aftur eftir hlé. En við erum á góðum tíma, nú tökum við hlé og hérna bara fyrir framan salinn eru veitingar og við byrjum aftur á slaginu korter yfir 4 og þá erum við með 3 erindi, 2 héðan á Garðinum heima og svo 1 mjög áhugavert, reikna ég með erindi svona af þessum hamfara viðbörðum sem hafa verið í gangi á Reykjanesinu. Þannig að tökum hlé og byrjum korter yfir. Takk.
Ja, kæru gestir, þá höldum við áfram. Og ég er nú svona aðeins búinn að vera að grínast með framsögu fólki, nú ætlum ég að fara svona alvarlegri nótur, hætta þessu rugli. Vegna þess að næsti fyrirlesari, hann er stoltur hörgdælingur og á land upp í afdölum Hörgárdals sem hann rembist við að rækta landið sitt. Og hann er ljóðskáld og yrkir mikið olíu, heyrði ég hérna á hann. Kannski getur sagt ykkur betur frá því sjálfur. Hann er vel giftur og ástin í lífi hans kom í heiminn haustið 1966. Og hann er með mynd af stóru ástinni í lífinu á desktopnum í tölvunni sinni. Ljósan topp. Það er rauðu Bronco 66. Og hann heitir Stefán Steindórsson og er sviðsstjóri veitu- og tæknisviðs hjá Norðurorku og ætlar að fara yfir þetta málefni, þétting byggðar og áhrif á rafdreifikerfi. Gjörðu svo vel, Stefán. Þakka hlý orð í garð Broncosins, hann er 74 mótilið. Býttu nú við. Já. Býttu ekki bara að smella það? Eftir Hörgárdal? Já. Ég er úr innarlegu dalnum með þessu. Þarna hvað. Ég held reyndar að hann sé aðeins úr Hörgárdalnum, sko. Þarna. Já, nú verður við, já. Hanna. Já, það er smá tæknilegir örðuleikar. En ég ætlaði svona að segja ykkur aðeins bara svona smá dæmi hjá okkur færslu og dreifistöð. Þetta er nú svo sem ekki stór mannvirki eða virka ekki stór, en þau hafa dálítil áhrif. Og eins og þið sjáið hérna, þetta er svona mynd úr götuframkvæmdum, eins og þið sjáið þá er röð og regla og öll í svona götu og allt eins og það á að vera. Þetta er svona það sem við glímum við. Og sem sagt forsagan að þessari dreifistöð færslu, hérna er sem sagt, hér var dreifistöð 23 og fór hingað. Þetta er hérna innkeyrslan hérna á Hofi. Og forsagan er það að það eru hugmyndir uppbygginga á þessum lóðum hér og þá er þessi dreifistöð, hún er stór, tekur mikið pláss og menn vilja fá hann í burtu. Og það er sem sagt 21, þegar komið samkomulag, kostnaðarskiptingu og 2022 er ákveðið að fara í að færa hana. Þá förum við í að spennubreyta hérna kerfunum, komum aðeins betur að því á eftir, hvað það þýðir. Og 2023 er sem sagt hún tekin í notkun og heitir þá að vera við Strandgötu 14B en stóð áður við Norðurgötu. Og hér er þessi mynd af þessu tré, vegna þess að svona dreifistöð, hún er svolítið eins og tré, hún er með rosalega mikla rætur. Hún hefur dálítið, svona eins og ösp, ef þú rífar hana upp þá hefur það talsverð áhrif. Og spennubreytingarnar, það eru sem tvö spennukerfi á Akureyri, þessi gulu blettir hérna. Þetta er gamla 230 volta kerfi sem við erum svona að vinna niður hægt og rólega. Samhliða hérna endurgerð gatna og gangstétta. Við erum svona verið að taka 70 til 100 heimtöðar á ári. En þetta eru verkefni sem mun taka okkur 10, 12, 15 ár sjálfsagt að klára. En þetta er partur af líka orkuskiptunum vegna þess að við erum að bæta flutningsgetu kerfisins. Og svo er þetta bara partur af endurnýjun kerfisins vegna þess að þetta er yfirleitt í eldri pörtum bæjarins. En hverju þarf að huga að í svona verkefni? Það er ýmislegt sem getur haft áhrif. Það þarf til dæmis að horfa til þess að lengda notendum, það er svona 250 metrar radíus sem svona stöð getur þjónað. Rafbílahleðsla, það er nýir notendur. Við horfum þarna á hraðhleðslustöðar við dreifistöðina eins og sést hérna á teikningu. Það væri hægt að setja þarna hraðhleðslustöðar við þessa stöð, mjög auðvelt. Aukin afkastgeta núverandi hraðhleðslustöðar hérna við Hof, það er hraðhleðslustöð hérna frá ON á planinu. Hún hefur verið aðeins takmörkuð, nú þarf það ekki lengur. Og svo eru hleðslumöguleikar á bílastæði við Strandgötu. Við gerum ráð fyrir því að væri hægt að hlaða þá bíla, það er afkastgeta í stöðinni til þess að hlaða bíla
við planið á Strandgötu, þessu langa sem liggur meðfram götunni. Og svo eru landtengingabáta hérna við flotbryggjuna, það er eitt sem er inn í þessu. Og svo er þetta áberandi staðsetning, þetta er hannað svona í samræmi við umhverfið. Samleið annarra veitna með framkvæmdum, það er til dæmis hitaveita, við tökum brunna ef það passar og einföldum lagnir. Vatns- og hitaveita endurnýjar, heimaðar, samhliða, þetta er eitthvað sem er gert. Og svo eru fjarskiptafyrirtækin ofta að nýta þessar framkvæmdir með okkur. Og svo skipting milli dreifistöðvar endurskoðuð, þetta eru gömul kerfi. Þannig að þetta er orðið áratuga gamalt og það er bara endurskoðað kerfi þegar að þessu kemur. Og þá verður til einhvers svona teikning, eins og þessi, það sjáum við hérna rauðu strikinn. Þetta er það sem þarf að skipta um, þetta eru kaplarnir sem þarf að skipta um. Því að í gegnum áranna rás þá er búið að skipta oft út alls konar búta og í svona kerfi og engin ástæða til þess að gera það aftur. Og þetta er sem sagt í rauninni unnið, hérna sjáum við til dæmis þær heimtögar og þá er þá farið í hita og vatnsveitu samhliða. Og mögulega hérna ljósleiðar og annað ef það vilja til þess. En það er ýmislegt annað sem tengir svona framkvæmdum. Hérna sjáum við að hér er verið að skipta um rofabúnað í dreifistöð 11 í Sundlaug Akureyrar. Sjáum við kranar sem tegja sig hérna inn með búnaðinn. Þetta er svona eitt dæmi það sem þetta er náttúrulega ekki í þessu verki en þetta er eitt af því sem maður þarf að leysa. Það er að koma hlutum að og frá. En það þarf að hafa sambandi við viðskiptavini tímanlega. Það er eitt af því sem þarf að hugsa fyrir. Gengur erfiðlega að finna tíma fyrir straumleysi, hárgreiðslustofur eru sérstaklega viðkvæmar. Og auki flækjustig og útleigu íbúða, það er bara orðið þannig að það er bara orðið pínu vesir með það. Síðan þarf að samræma rafverktaka vegna breytinga innanhús. Það er kannski tekin 10 hús í einu og það þarf að gíra þetta allt saman við alla. Strætisvagnar, viðbragðsaðilar, ef þetta hefur áhrif á umferð. Merkingar, vinnusvæða, það er eitthvað sem þarf að vera í lagi. Upplýsingar lagnir ekki réttar í kortagrunnum, til dæmis í þessum gömlu hverfum, þá erum við að tala jafnvel lagnir frá 1940 til 50 og það er bara ekki alltaf allt rétt sem er skráð. Því að þetta er náttúrulega meira að minna skráð á pappír einhvern tíðan í fyrndinni. Og svo bara ýmislegt sem þarf að leysa og ekki er fyrir sér sem maður getur komið upp á. Og til dæmis, þetta er mér bara í hug, sem að það getur staðið bíll bara það sem á að grafa skurðinn og það finnst ekki eigandi og það finnst ekki líkhill og ég bara lendi í þessu sjálfur, sko, þá var ég bíleigandi reyndar. Þannig að það er ýmislegt sem getur komið upp á í svona verkum. En hérna er þessi nýja dreifistöð, hún er með staðstættu grunni, sem sagt. Hér er verið að setja spennirinn niður. Hérna er komin háspennufelt og lágspennufelt og svo kemur bara veðurkápan hérna yfir. Húsið er bara híft yfir þetta og þetta gengur nokkuð smurt. Og hérna er svona bara myndir innan úr stöðinni, hérna sjáum við þetta er allt saman komið, bara myndir sem voru teknar hérna núna fyrir helgi. Hérna eru lágspennufeltin, hérðan fer þetta út í götukassana og sumt beint í notendur eins og til dæmis hérna í Hof, þeir eru tengt beint inn á rofa hér. Hérna eru háspennurófarnir og svo spennirinn og hér er pláss fyrir annan spenni ef að það aukst notkunin eða stækka spennir ef vill. Því að hérna kemur náttúrulega til með að verða mögulega dálítið mikið sentral fyrir til dæmis rafbílahleðslu og annað. Þannig við hugsunin er svo að halda möguleikunum opnum. Það er svona grunnurinn í þessu. Og kostnaðurinn, þetta er sem sagt hérna gamla dreifistöðin við Norðurgötu sem verður þá enn rifin og Akureyrarbær hefur fengið afhenta. Og svo er þetta þessi nýja, hún er svona meira smart. En kostnaðurinn, við áætluðum að þetta myndi kosta 33 milljónir en enduðum í 34 sem ég held að sé bara ágætis árangur. Þannig að þetta er nú svona bara lítið verkefni sem sagt í rauninni í stóru myndinni en kannski til að segja ykkur hvað það þarf að hafa svona tíma fyrir sér. Þegar svona ferli tekur 2-3 ár. Þannig að þetta er ekkert sem að er hægt að stökkva í beinlínis með góðu móti. Það þarf að búa til lóð fyrir þetta og breyta skipulagi og allt mögulegt sem að fylgir svona verkefnum. En það var nú svo ekki meira sem ég ætla að segja þetta, það var mjög stutt.
Nú átt að gera. Látt út þörfuna bara vera. Sestu bara þarna. Það væri gaman að fá að heyra þetta aftur hjá þér. Ég veit að það er best að Gunnur fari í þetta mál meðan ég bull eitthvað í næsta. Getur þið gert annað en ég er hérna? Já, takk, kærlega Stefán. Þá ætlum við að fara yfir í annan mannastjóra. Það er aldrei mikið af mannastjórum. Topp fólk upp til hoppa. Og hingað er komin hún Jóna Hrefna sem hefur haft ýmsu að snúast, ímyndaði mér undanfarna mánuði og misseri. Og er gaman að heyra hvernig þetta er allt saman verið afgreitt þarna fyrir sunnan. Þú kannski heldur sitt sloppina því að þú ert ekki hérna. Nei, maður vinnur heima vinnuna sína. En málið er að ég veit að gamli skólinn í Salnum er að hugsa býttu, sérfræðingur á sunnan, eða þarf það nú eitthvað. En andið er rólega, hún á ættir að reykja til Siglufjarðar. Og á meira að segja hús þar sem hún er að gera upp. Þannig að þið getið andað rólega. Nú Jóna skilst mér úr hennar innstu vinkona hópi sem mikill nammigrís. En hún er forsjáleg, hún er útsjónarsöm vegna þess að hún og hennar vinkonur, þetta er sannsaga, þær eru búin að hafa það fyrir sig, held ég einhver 10 ár að labba í Bláa lónið. Og þá er ég ekki meira frá bílaplaninu heldur, lengri vegalundir. Þannig að núna eru þær búin að æfa í 10 ár fyrir að hraun lokar öllum vegum og þær labba í Bláa lónið og er það bara einar bara berur ofan og ekkert mál. En Jóna Hrefna, gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér hingað í dag og okkur langar að segja, og mér langar að segja ykkur frá því hvað við höfum verið að fást við hérna hjá HS Veitum. Bara svona örstutt okkur. Við erum, sem sagt, veitusvæðið okkar er hérna suðvestur horninu, Reykjanesið, Hafnarfjörður, hluti Garðabæjar, Árborg og Vestmannaeyjar. Og öll hafa þessi svæði það sameiginlegt að það er mikil gróska í öllum þessum stöðum og mikið að gerast. Aðeins okkur, við erum 100 starfsmenn, við erum að dreifa vatni til 35.000 íbúa, rafmagni til 87.000 íbúa og svo ætla ég að vinda mér hérna í svona síðustu mánuði hjá okkur. Hérna trillar upp svona helstu dagsetningar og þessi ás hann einhvern veginn bara lengist og lengist. Þetta byrjar allt þarna fyrir 8. nóvember með miklum skjálftum á Reykjanessvæðinu. Það er stór íbúafundur í Reykjanesbæ þarna 8. nóvember þar sem við erum búin að undirbúa okkur mjög vel. Við erum búin að fara í gegnum okkar greiningar, erum með tilbúin lykil skilaboð sem ég kem inn á hérna á eftir og síðan er einhvern veginn bara búið að vera neyðastig og hættustig allar götur síðan. Það eru sem sagt þau eldgos sem hafa áhrif á okkur. Er hérna þetta eldgos, það fór yfir hitaveitur æðina og rafmagnslínurnar til Grindavíkur og síðan 8. febrúar eldgosi sem hafði víðtök áhrif á Reykjanesi. Ég segi ykkur betur frá því á eftir og svo þetta má ekki gleyma að það er eldgos í gangi og talsverð kvikusöfnun hérna undir Svartsengi, þannig að við vitum ekki alveg hvernig þetta endar, þetta ævintýri allt saman. Og eins og þeir sem eru í þessum rekstri vitið að þá eru lagnir yfirleitt lagðar undir eins og er búið að vera að sýna hérna myndum til þess að vera þar í friði í áratugi. En það er ekki alveg staðan hann í Grindavík og þar í hérna kring því að það eru búið að vera mjög miklar jarðhræringar og mikil eyðilegging sem hefur átt sér stað. Aðstæðurnar, það er búið að vera mikið jarðsig sem hefur
haft mikil áhrif á kerfið okkar og það ekki öll eyðilegging komin í ljós. Þetta svona teygist á öllum lögnum og línum og þetta svona að koma smá saman í ljós. Það eru sprungumyndanir mjög víða, gríðarlega löskuð veitukerfi og síðan þessi mynd sem sýnir í rauninni hvernig sprungur, þekktar sprungur í Grindavík eru. En ég settist aðeins niður með verkstjórunum okkar þegar ég var að útbúa þessa kynningu og þeir voru að segja að þetta væri nú aðeins meira en þetta. Hann hefði verið að vinna hérna bara í síðustu viku og þessi sprunga alveg komin hingað, þannig að það eru stöðugar breytingar. Við hófumst handa við að snjallmælavæða árið 2015, bæði í vatns- og raforkumælum. Og það kannski má segja að það svona það sem hefur bjargað okkur í þessum hamförum. Við gátum með góðu máti sagt, þessi mynd sem sýnir hvernig við notuðum gögn úr snjallmælunum til að þegar þessi mynd tekin þá búið að fara hraun yfir lögnina til Grindavíkur og það vatnslaust, hitavatnslaust og kaldavatnslaust, en það rafmagn. Fólk hafði miklar áhyggjur af eignunum sínum, mikið frost úti og fólk mátti ekki koma heim til að huga að þeim. Þannig að við gátum sagt með nokkuð góðu móti hvar var rafmagn og var hægt á að setja rafmagnsofna í gang og unnum þetta í samstarfi við almannavarnir. Og sama með þessa mynd, þetta fljótlega eftir að vatn komið á bæinn en ekki náðist að setja vatn á þessi staði sem þessi rauðu blettir eru, púntar, og þá fékk almannavarnir það verkefni að setja upp, reyna að laga þetta og fá pípara með og kíkja á þessa staði. Þannig að þetta þökkum við mælunum og líka, já, svo má ekki gleyma að það ennþá eldgos og hraunflæðið sem hefur kannski ollið okkur hvað mestu svona vandræðunum, stæðstu vandræðunum, getum við sagt. 14. janúar þá fer hraun yfir stofnlögn til Grindavíkur, eða stofnlagnir, bæði, ég ætla að útskýra þetta hérna gamla stofnlögnin, hérna bakvið Svartsengi sem að fæðir Grindavík, bæði með rafmagni og heitu vatni og köldu vatni reynda líka. Þetta hérna gamla línan og það var búið að búa til nýja lögn hérna, en það var ekki búið að fergja hana. Þannig að þegar hraunið kemur hérna yfir að þá virkar hvoru lögnin. Rafmagnslagnirnar virkuðu í 4 daga áður en að þær gáfu sig og á meðan var farið í það að byggja, sést þetta kannski ekki alveg nógu vel, sést betur á næstu mynd hérna. Það var farið í að byggja þessa loftlínu, kölluð Sundahnjúka lína 1 og 250 metrar og ég segi ykkur aðeins betur frá því að við erum að fara út af því að þetta hérna talið vera svona ákjósanlegur dalur fyrir hraunflæði að í svona mótvægis aðgerðir erum við að fara að byggja hérna, leggja kílómetris langa línu í viðbót. Og þetta svona bara betri mynd af þessum aðgerðum þegar við erum að búa til þessar hjáveitulagnir. Já, kannski gleyma að segja það að við notuðum þá gömlu lögnina, tókum hana 250 metra af henni og byggum til hjáveitu við nýju lögnina, þannig að hún notuð þess á milli. Og síðan náttúrulega búið að vera þið þekkið og við frá Siglufirði þekkjum hvað vetur og frost getur verið mikið, en það almennt ekki á Suðurnesjum. Bara yfirleitt hlýtt og gott veður, sönn í kef, nei. En það búið að vera á þessum tímabili búið að vera mikill frostavetur. Það er ekki oft sem að 10-12 stiga frost hjá okkur, en það búið að vera þannig, þannig að þetta búið að vera líka krefjandi aðstöðu fyrir starfsfólki okkar að vera úti. Þetta einn starfsmaður okkar og eini starfsmaður okkar sem var búsettur í Grindavík sem þarna að tengja stöðu úti í miklu frosti. Síðan langar maður að segja ykkur frá því að við höfum alltaf lagt mikið áherslu á öryggi og
á þessari mynd eru nokkrir blörraðir menn og ástæðan fyrir því að það er sérsveitarmenn sem að voru okkur til hals og traust. Þetta er hérna fljótlega eftir eldgosið í Grindavík. Þá var engum hleypt inn í bæinn en það þurfti að reyna að koma rafmagn og heitu vatni á. Þannig að þeir fóru og var fjarstýrt af verkstjórum hjá okkur. Þeir voru með búkmyndavélar og fengu tæki og tól hjá okkur og smá fræðslu og kennslu á okkar kerfi og voru í rofahreyfingum á straumlausum bæ og voru að opna og lokum, hitaveituloka. Eitthvað gekk nú samt hálf illa hjá þeim að fara ofan í brunnana og gera þessar hreyfingar sem þurfti að gera þar. Þannig að skemmtileg saga á bak við þetta, þarna er verkstjórinn okkar ofan í. Hann talaði að það hefði verið 17 manns með honum í þessari för og honum hefur aldrei liðið jafn öruggur bara á ævinni og með alla þessa sérsveitamenn í kringu sig. En svona virkaði þetta. Það var þessi blörraði maður er sérsveitamaður og síðan er starfsfólk okkar að fjarstýra aðgerðum í Grindavík. Þannig að þetta var svolítið magnaður tími. Síðan aðeins aflið sem að hitaveitan gefur okkur á Suðurnesjum. Það er í kringum 150 megavött á móti 25 megavöttum í rafmagninu. Þannig að þetta hefur gríðarleg áhrif. Þetta var eitthvað sem við vorum búin að reikna út og finna út þarna fyrirfram. Sama með þessa glæru, þar sem við vorum búin að sjá það að almenn notkun væri í kringum 20 megavött en kerfið okkar myndi þola með ákveðnu styrkingu að hver og einn notandi væri með 3 kilowött, 0,5 og svo 2,5 í rafmagnskyndingu. Við myndum ekki þola að fara í 6 kilowött, það bara kerfið myndi ekki þola það. Þannig að við vorum búin að gera þessar álagsgreiningar fyrir í raun þessa atburði og vorum tilbúið með þessi lykilskilaboð sem voru þá þessi að fólk mætti ekki fara yfir 2,5 kilowött á íbúð. Og þá erum við að reikna með 0,5 í bara svona almenna notkun, ljós, hleðslu á símum og annað slíkt. Og við vorum svo sem að vona að það kæmi nú ekki til þess að við þyrftum að nota þetta. En síðan kemur þessi atburður 8. febrúar þegar heitt vatn hættir að berast. Og þetta var 5. dagur, við vöknuðum eins og marga aðra dag og það var komið gos, 6-leytið. Gosið hefst einhvers staðar hér og fyrstu fréttir voru þær að þetta væri bara svona krúttlegt gos einhvers staðar lengst frá öllu. Myndi nú ekkert hafa nein áhrif. En þetta gos, ólíkt öðrum gosum, er mjög þunnfljótandi og við sáum það, ég ætla aðeins að útskýra þetta, Grindavíkurvegurinn. Hér er Svartsengi sem að fæðir öll Suðurnesin, heitt vatn og bæði Grindavík og svo Reykjanesbæ, Voga, Sandgerði og Garð og þetta 30.000 manns, 25.000 manns utan Grindavíkur og okkur fóru ekkert að lítast á blikuna upp úr hádegi þegar hraunið er komið yfir veginn og það var bara ótrúlega hratt sem að þessi atburðarás tók stuttan tíma. Og lögnin 500 lögnin okkar frá Grindavík, hún er hér og það var búið að gera aðgerð, gera aðra og fergja hana en hún var ekki alveg komin á langt, þannig að hún skemmdist líka í þessu gosi. Og næsta glæra sýnir aðeins atburðarásina þennan dag, eða þessa daga og dagana á eftir, að hraunflæðið rennur yfir Njarðvíkurheiðina, hann kringum 1:30 og það er strax hafist handa við að tengja þessa nýju lögn sem búið að vera að leggja og fergja við hliðina á, haldið að hún myndi halda. Og kannski aðeins aftur að því að hér sendum við út skilaboð á stórnotendur, sendum út skilaboð til íbúa og notenda að biðja að fara sparlega með vatnið. Áttum von á því að heitavatnsbirgðirnar okkar myndu klára undir morgun.
en þetta hafði nú einhver öfug áhrif þannig að fólk fór frekar heim og hækkaði í ofnunum heldur en hitt. Þannig að heitavatnsbirgðirnar okkar kláruðust þarna 10 kvöldið. Við vorum nú alveg svona slöka því að við áttum von á að nýja lögnin yrði bara komin í lag daginn eftir. Þarna 8 stiga frost úti og svona frekar vont veður. Föstudaginn 9. febrúar þá tilkynnt kvöldmataleiti að Njarðvíkuræðin sé komin í gang og að heitt vatn sé farið að berast frá Svartsengi til Reykjanesbæjar. Hérna 10:30 kvöldið þá var bara að koma gufa, ekkert vatn. Þannig að þá var ljóst að lögnin var skemmt og þetta var svolítið erfiður fundur hérna þegar þetta kom. Okkur langaði held ég öllum að gráta sem sátum hérna inni. En það var bara byrjað að safna efni allstaðar af á landinu og allstaðar sem frá öllum byrgjum og færa til Svartsengi. Svo það sem gerist í millitíðinni að laugardags svona í hádegi þá ákveðið að fara í tankveitu. Fara með sem sagt heitt vatn, flytja heitt vatn frá Hafnarfirði til Reykjanesbæjar og setja á kerfið. Og það þurfti þá að búa til tengipunkta fyrir tankveituna og það gert á þessum tímabili. Og fyrstu tankbílarnir eru mættir á staðinn kvöldmataleitið og síðan 12. febrúar þá þessi hjáveitulögn þar sem 100 manns tóku þátt í að vinna að dag og nótt tilbúin og það vantar eiginlega inn á þessa glæru að heitt vatni fara að byrja að berast 8 morguninn. Þannig að þetta magnaður tímafaktor í þessu öllu saman. Og það kannski sýnir sér hvað tankveitan gerði góða hluti fyrir kerfið því að jafnvægið ekki komið á svona útkjálkana sem ekki fengu smá blæðingu inn á sig og meðan allt var vatnslaust. Það tók lengri tíma að ná jafnvægið þar. Síðan bara svona aðeins hvað gerðum við upplýsingagjöf. Við reyndum að vera eins dugleg og við gátum að vera í samvinnu með öllum sem til okkar leituðu og fengum sveitarfélögin öll að deila og hjálpa okkur með lykilskilaboð og fjölmiðlar. Við vorum ótrúlega duglega að nota SMS skilaboð og þá kom greiningin sér mjög vel að við gátum séð og sendt skilaboð út á þá dreifistöðar sem voru full lestaðar eða við sáum að það stemdi í það að þær færi að brenna yfir. Og við vorum með upplýsingafundi, fórum í fréttaviðtöl, bjuggum til reel hvernig fólk á að lesa af snjallmælinum og hvernig þú gast stillt ofnana þína, þannig að þú væri með fleiri en einn. Og notuðum samfélagsmiðla og svöruðum öllu strax og reyndum að gera eins mikið og vel og við gátum á þessari miðlun sem skipti ótrúlega miklu máli. Opnuðum þjónustuverið seint kvöld og helgar og þetta svona bara aðeins tankveituna. Þetta var samstarfsverkefni með Veitum. Við höfum aldrei getað gert þetta, Veitum í Reykjavík, við höfum aldrei getað gert þetta sjálf. Það voru 10 trukkar sem voru af alla sólarhringinn, fóru með 140 ferðir frá Hafnarfirði til Reykjanesbæjar með 1800 tonna vatni sem náttúrulega mjög lítið en hélt þessu samt gangandi. Eftir að vatni kom á þá vorum við með í samstarfi við almannavarnir með Píparasveitina. Þeir voru með aðstöðu hjá okkur. Þjónustuveri tók niður beiðnir. Það voru 300 beiðnir sem komist en allar voru það minniháttar, þannig að það hafði ekki mikil áhrif á hús eða kerfi hjá fólki. Við vorum með viðbúnað í rafmagni, við vorum með vinnuflokka allan sólarhringinn að bregðast við bilunum og fengum góða liðsauka, fengum varaaflsvélar á láni meðal annars á Norðurorku og þökkum við kærlega fyrir það. Og við vorum að setja upp varaaflsvélar á veikupunktina hjá okkur. Svo var bara starfsfólk frá okkur í Hafnarfirði, Veitum í Reykjavík, Rarik og Verktökum. Hér svona bara einhver dreifistöð út í kerfinu hjá okkur og sést hvað gerist þegar heita vatnið hættir að berast. Það verið að nýta dreifistöðar hjá okkur svona 30–35% og þessi dreifistöð almennt með toppa 400 en fer upp í 800–850 þegar heitt vatn hættir að berast.
Síðan vorum við mikið spurð af því hvers vegna fólk gat bara verið með 1 hitablásara eða bara 2,5 kW. Og við fórum í það að reikna hvað við þyrftum að gera til þess að hafa þetta 6 kW. Það þarf 2-falt fleiri stofnlagnir, sverari heimtaugar, fleiri dreifistöðvar og öflugri aðveitustöðvar. Og svona aðgerð myndi kosta yfir 30 milljarða í fjárfestingu sem á öllum Suðurnesjunum og í rauninni bara að vera 2-földun á dreifikostnaði viðskiptavina. Við erum svo sem eins og var talað áðan líka í svona átaksverkefni í spennubreitingum. 92% af svæðinu á Suðurnesjum komið upp í 200 volt í dag og stefnum við að því að klára og þessi bláu punktar hérna blettir, þeir voru þetta veikustu blettirnir og við þurftum að keyra varaafl þar á þessum stöðum og við stefnum að því á næstu 3 árum að vera komin í 400 volt allstaðar. Síðan bara svona hvað er framundan, það eru þetta eldgos í gangi, við vitum ekki alveg hvernig það fer, hvort það mun aukast eða koma nýtt eldgos á einhverjum öðru stað. En framundan hjá okkur er bara áframhaldandi undirbúningur fyrir næsta gos, næstu gos. Við erum með varaaflsvélar til taks á svæðinu og við erum áfram að vinna í því að styrkja kerfin okkar. Erum að búa til fleiri tengistæði fyrir tankveitu og svo erum við þátttakendur í undirbúningsvinnu svona stærri mótvægisaðgerða, meðal annars lenging þessara línu og fleiri slíkri aðgerða. Svo erum við bara alltaf að halda áfram að safna í reynslubankann og erum reynslunni ríkari við hverja raun sem gerist. Þannig að ég bara þakka fyrir mig í bili. Já, kærar þakkir Jónar Hrefna, svo sannarlega áhugavert, vægast sagt. Og það er erfitt að setja sig í spor ykkar íbúana og starfsmannana í þessum aðstæðum og því alla okkar virðingu verð ég að segja og baráttu kveðjur og vonandi fyrir svona að linna. Stærsta máli hér er hvort að einhver gæinn að stökkva 300 metri upp í fjalli, sko. Þannig að þetta eru ólíku saman að jafna. En þá er komið að lokafyrirlestrinum og síðastur og mögulega sístur, við vitum það ekki fyrir eftir, er hann Hjalti Steinn. Hann er sviðsstjóri framkvæmdasviðs og ætlar að fjalla ógnanir og áskoranir. Það er þannig með Hjalta að ákveðinn hluti af vinahópnum hans og stórfjölskyldunni og vinnufélögunum og kunningjum og jafnvel fólk sem þekkja hann ekki neitt, það tekur á sig lykkju þegar hann mætir honum á förnum vegi. Og það sem þessi hópur á sameiginlegt, ég tilheyri þessum hópi, hann er með heitan pott heima þessir. Það má ekki sóa vatninu. Og eins og þegar að Hjalti nær að mæta fólki, að hitta fólk, sem er bara óeppið, sá hann ekki nógu snemma eða eitthvað, þá segir hann aldrei hæ eða halló. Hann segir alveg saman hvort hann mæti kalli að konu, segir hann alltaf gaur. Þetta er mjög skrítið, bara gaur. Ég er þetta kona. En ég ætla að taka smá áhættu hérna og ég ætla bara að segja þér Hjalti að ég fór í heitapottin heima á laugardaginn og sunnudaginn og ég var bara lengi í bæðaskiptin. Og ástæðan fyrir því að ég get sagt þetta er svo að ég er náttúrulega búin að vinna heimavinnun eins og hefur séð þér í dag og ég þekki einfaldlega leiðina að hjartanu í Hjalta. Þannig að hann getur ekki verið reið við mig. Þannig að Hjalti, gjörðu svo vel. Komdu. Takk kærlega fyrir. Svo gangið þér. Já. Þetta sannari orð hafa ekki verið mælt. Þetta er hér er búið að taka SS-inn úr lífinu og kreista það fram í fullkomna drykk. Það er vel gert, vel gert. Ég er miklu fegnar að hafa fengið mix heldur en að þú myndir segjast elska mig. Ég óttaðist það pínu. En já, ég ætla að fara eins yfir ógnanir og áskoranir í veiturekstri Norðurorku. Ég ætla að fara mjög grunnt í málið en bara í tilefni
aðstæðna á Suðurnesjunum og annar staðar, þá langaði okkur aðeins að fara yfir þetta og við skulum bara skoða hvernig þetta lítur við hjá okkur. Þetta verkar ekki, skínandi gott og ekki þetta heldur. Já. Herðu, þetta er bara gott, við gerum bara svona. Herðu, eins og við vitum öll, þá er eiginlega hvergi betra veður en á Akureyri. Þetta er ótrúlega góður staður, þetta er rosalega gott að búa hérna. Við til dæmis höfum, Sunny Kef, reyndu það bara. Við höfum alla sólina, við höfum eiginlega engan vind og þetta er rosa gott bæjarstæði. Við þurfum sem betur fyrir ekki að berjast við eldgos eða snjóflóð, það er bara gott. En eins og Sigurveig kom inn á áðan, þá erum við eigum heldur eiginlega ekki jarðskjálfta, þannig að þetta er mjög rólegur staður og gott að vera hérna. Kostnaðurinn við það að vera búa á rólegum og góðum stað, það er það að við erum ekki inn á háhitabeltinu sem liggur hérna og hérna sjáum við hvar jarðhræringarnar eru. Við erum fyrir utan það, þannig að við erum í svona öryggri fjarlægð, en á móti kemur að eins og Sigurveig kom inn á áðan að það kostar vesen að ná í jarðhita. Þannig að við þurfum alltaf að borga fyrir þægindin einhvern veginn. Það er ekkert ókeypis í lífinu, krakkar mínir. Ef við skoðum veitukerfi Norðurorku, þá veitukerfi Norðurorku við erum í rosalega stórt svæði, veitusvæði. Við erum í rauninni allt frá Grímsey í norðri og veitusvæðið okkar, vatnsverndarsvæði hérna frá Hörgáni, það nær hérna inn Kaldbaksdælinn og inn í Bakksnesbrekkuna. Það nær í rauninni, við erum með Ólafsfjörð, við erum með Hrísey, við erum með hérna ströndina og hérna Akureyri, sveitirnar í kring, við erum með Fnjóskadalinn og niður að Grenivík. Þetta er mjög stórt. Við erum með 4 veitur, rafveitu, fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu. Ef við byrjum bara aðeins á rafveitunni, hverjar eru ógnirnar og hverjar eru aðgerðirnar? Rafveitan hjá Norðurorku er ótrúlega góð. Uppitíminn á henni er 99,99%. Þetta er mjög stabíl og góð veita. Aðalega í rauninni bilanir og svona niðurtími hjá okkur í rauninni afleiðing af bilunum og atburðum hjá öðrum, til dæmis eins og Landsnet, til að slá saman línur og eitthvað svoleiðis. Það er svona mjög gott þegar Hólasandslína 3 kom, öryggi er meira og betra. Auðvitað verða líka bilanir hjá okkur en við notum tölverða mikinn peningi að endurnýja kerfin okkar og sjá fyrir rauninni vandamál, þannig að við reynum að bregðast við áður en að verði vandamál. En svo eru líka óhöpp af völdum annarra. Og það er til dæmis eins og þeir eru grafnir í sundur strengir eða eitthvað svoleiðis og svo lendum við til dæmis líka í því að það kviknaði dreifistöð hjá okkur í Glerárskóla sem flugvöldurinn loftræstivopn. Það er bara eitthvað sem gerist. En rafveitan er þannig byggðurinni, hún er byggð í hringtengingum, það hver dreifistöð með fæðingu úr sitt hverju áttinni, 2 áttum, þannig að þó að einn strengur fari í sundur, þá eigum við oftast aðra leið. Ef við eigum hins vegar, erum með einhverja útnára, við getum keyrt varavél á mjög afmörku svæði á rafveitunni. Það er samt ekkert vísilegt í einhverjum stórum svæðum. Það verður ekkert gert. Þetta eru 25 megawatt sem þessi rafveita hérna. Það er ekkert í boðinu. Þannig að rafveitan er ótrúlega góð og stabíl og bara í góðum málum. Ef við skoðum fráveituna, þá erum við fráveitu bæði í Grímsey og á Akureyri. Fráveitan í Grímsey, það er ekkert svo langt síðan við tókum við henni. Hún er þokkalega góð, við erum að reyna að gera hana betri, aðal áskoranir þar eru þari sem kemur inn í útvarpsina, við erum að reyna að finna út úr því, þannig að það verði ekki. En svo er það fráveitan á Akureyri. Ef við skoðum aðeins hvernig fráveitukerfið er byggt upp, það er bara sjálfrennandi. Það rennur niður skólpið sem kemur hérna niður að sjó og svo erum við með dælustöðar meðfram strandlíkunni sem dæla bara dælustöð til dælirinn, ræstu dælustöð og svo hérna út í hreinsistöðun okkar sem hreinsa skólpið og er búin að taka 100 tonn af rusli. Málið er það að þó að það verði rafmagnsleysi þá kemur það í rauninni ekkert svo illa við fráveituna. Hún rennur ennþá sem niður. Það er það. Dælustöðarnar hérna, þær fara bara á yfirfall og þá fer skólp beint út í sjó. En við erum samt með 2 dælustöðar sem eru með varaafli og þær eru svona hjartað í kerfi eða svona stórar dælustöðar sem halda áfram að dæla hérna út í hreinsistöðina. Það sem við erum að meira að berjast við rauninni stíflur og bílanir. Það rauninni fitusöfnun frá eins og stærri fyrirtækjum og iðnaði og öðru sem fer út í kerfið og veldur stíflum og getur þá í rauninni komið upp skólp einhvers staðar sem það á ekki að koma upp og það er ekki gott. Við þurfum bara að taka á því með á þeim stöðum sem það gerist. Það sem hins vegar eiginlega erfiðast við fráveituna
þegar eru skyndileg hlýindi og það er asahláka, mikil úrkoma og há sjávarstaða og norðanátt. Þegar þetta allt leggst saman, þá erum við kannski ekki alveg eins góðu staði til að vera og eins og alltaf annar staðar. Þetta er ótrúlega erfitt þegar sjóurinn er rosalega hár, norðanáttin rekur sjóinn inn og það hækkar ennþá meiri í sjónum og eyrinn stendur bara ótrúlega lágt. Og þá kemur fyrir eins og kom fyrir hérna 2022 þegar gekk sjór á land, það fór Brimvarnargarður, hann lét á sjá, það fór sjór upp á land og það varð flóð þarna niður frá. Þá er bara rosalega erfitt að berjast móti Atlantshafinu og reyna að dæla einhverju vatni í burtu í sjóinn sem er jafn hár. Hérna sjáum við þeir eru búið að rjúfa gatirinn móti Kaldbaksgötunni og hér er verið að moka sjó út í sjó með payloader og við settum í rauninni, á þessum að loka, þá settum við í rauninni rör hérna niður þannig að það mun hjálpa til næst. En þetta eru bara atburðir sem hafa komið áður fyrir og við breytum ekki sjávarhæðinni eða hæðinni á fráveitukerfunum eða eyrinni svo glatt. Þetta er býsna strembið eiga við þetta. Við erum þó að reyna að finna einhverja leið til þess að laga þetta. Förum í vatnsveituna. Helstu ógnir í vatnsveitunni, það er bara mengun. Við megum aldrei gleyma því að vatnsveitan, kalda vatnið okkar, þetta er neysluvatn, þetta er matfara. Við megum ekki klúðra þessu. Og þess vegna er helsta ógnin það er mengun. Við erum í góðu samstarfi við þá sem er að nýta svæðin hérna í kring þar sem að vatnsverndarsvæðin okkar eru og líka eins og í Hörgáni, þið sáuð vatnsverndarsvæði sem kom hérna upp á fyrstu glærunni. Og við bara, þetta mun aldrei klikka. Ef það verður umferðarslys hérna í Hörgársveitunni og upp að Öxnadalsheiðinni, þá fáum við SMS og við vitum af því. Það er alveg hægt að bregðast við því ef fer olíu eða eitthvað spilliefni niður, bara ef við vitum það nú fljótt og við getum mokað þessu upp, þá er tiltölulega vel hægt að bregðast við þessu. Það er tiltölulega þekkt, en við þurfum að fá að frétta af því. Eins og ég sagði, við erum með 3 í rauninni svona megin uppstreymi, eða það sem við náum í kaldavatni. Það er hérna Seljalandslindir, Hesjuvallalindir og svo er það Hörgá. Hörgáin hérna dælum vatninu yfir Moldvíknarhálsinn og inn til Akureyrar. Og þar er rauninni kannski, og þar er í bilun og stofnlögn, eins og Jónar Hrefna kom inn á áðan, að það er ekki gott. En lögnin sem kemur hérna frá Hörgá og yfir Moldvíknarhálsinn, þetta er rauninni 2 lagnir, þannig að þó að önnur bili þá erum við með aðra til vara. Rafmagnsleysi er ekkert svo mikið vandamál í vatnsveitunni. Vatnsveitan rennur eiginlega öll niður á móti. Það er ekkert mál. Það eru 2 staðir sem eru það sem við erum að dæla einhverju. Það er rauninni í Lundstúni sem er rétt á Rauðakrossshúsinu. Þar getum við dælt í rauninni frá neðrakerfinu og upp á efrakerfið, venjulega rennur þetta niður, en ef það er einhver bilun þá getum við fóðrað þetta öfugt þar. Og svo eru vaglir, þar dælum við vissulega vatni hérna yfir, en þar er varavél sem við notum ef það verður eitthvað. Við getum ekki gert svæðið á 100% álagi, en við getum þó sinnt þessu nokkuð vel. Þannig að við eigum líka við erum að nýta vatni hérna í Vaðlaheiðargöngum. Það er svæði sem er mjög spennandi. Við erum búin að leggja vatn frá Vaðlaheiðargöngum niður að Skógaböðum, við erum búin að leggja lögn hérna á móti og við munum tengja þegar kemur göngu og hjólastýgur hérna, þá munum við tengja í svæðið í Vaðlaheiðargöngum við kerfið á Akureyri og það verður frábært. Þá verður komin einn staðurinn sem við getum í rauninni spilað úr og það einhver afhendingaröryggi gríðarlega að eiga svona staði geta notað og líka þurfa ekki að dæla frá vöglum því að það kostar peninga að dæla. Skoðum þá hitaveituna. Hitaveitan á Akureyri er dálítið flókin og alveg eins og kom fram í fyrirlesturum með sigurvegar að þetta er ekkert bara saga eintómra sigra. Það er eiginlega engin jarðhiti innan bæjarmarkanna á Akureyri. Við eigum Glerárdalinn sem er hérna fyrir ofan okkur. Það er tiltölulega lítið svæði og spurning hvort það finnist eitthvað meira upp í Fálkafelli þar. Annars erum við að vinna með svæði sem eru 12 km sunnan við okkur eða 22 km norðan við okkur sem eru aðal svæðin. Það er ótrúlega gott að vera ekki með öll eggin í sömu körfu. En alveg eins og Jónar Hrefna kom inn á áðan að það er hættulegt ef stofnlagnir fara í sundur. Þá er partíið fljótt að vera súrt. Þess vegna í rauninni metum við þannig að krítíski staðir eins og hitaveitunni, það er það sem er fara yfir árnar. Hérna sjáum við stofnlögn hitaveitu frá Laugalandi. Þetta er 500 mm lögn sem var lögð 1978, mikið mannvirki og áin hérna Eyjafjarðará, þetta er rosalega falleg og lygn á og bara flott á, nema hún er ótrúlega erfið af því að hún er botnlaus. Það er rauninni sandbotn í henni sem er á stöðugri hreyfingu og það er eiginlega alveg magnað að miðað við tækjakostin sem var til 1978, hið herrans ár, besta árið sko, það var ótrúlegt hvað þetta hefur tekist vel.
Þessar undirstöður hafa ekki látið neitt á sjá, þær hafa lifað alltaf og við þurfum bara að vera nógu gæfurík til þess að halda þeim við og þannig að þessi lögn klikki ekki yfir ána því að það er strembið eins og við höfum séð að þurfa að retta niður í stofnlag getur á bingo. Svo erum við líka með stofnlag hitaveitu frá Hjalteyri. Árið 2003 lögðum við 300 mm lögn frá Hjalteyri til Akureyrar. Hún fór undir Hörgána. Mjög fljótlega eftir að hún var lögð þá fórum við í föttuðum við það að hún var ekki nógu stór og Hjalteyri var gjöfult svæði. Þannig að það var farið að leggja 500 mm lögn og hún fór undir Hörgána 2021. Það liggja nánast saman alla leiðina á milli. En þegar við förum undir Hörgána þá pössum við okkur á því að hafa sirka 500 metra á milli lagnanna því það er ekkert grín ef áin fer af stað. Hörgáin er líka svona, hún er nánast komin niður í sjávarhæð, hún rennur mjög rólega, botnin er skriðull í henni líka, þannig við viljum alls ekki eitthvað fara af stað. Og ef eitthvað fer af stað þá vildum við hafa gott bil á milli lagnanna, þannig erum við að auka afhendingaröryggið okkar eins og við getum. Og undir á er mjög erfitt að gera við bilanir. Ólíkt fráveitunni og rafveitunni, fráveitunni og vatnsveitunni, þá er hitaveitan algjörlega háð rafmagni. Allt sem er gert í hitaveitunni er gert með rafmagni. Við dælum heitu vatni upp á jörðinni, við dælum upp í dælustöðar, við dælum af stað, við erum með dælustöðar á leiðinni og við dælum hingað og þangað og notendur. Þessi mynd hefði getað prentast betur út en allt í gott með það. Út af því þá erum við ótrúlega viðkvæm með að verða rafmagnsleysi og það hefur alveg ítrekað komið fyrir að það verður rafmagnsleysi í kringum okkur. Þess vegna er Norðurorka búin að nota mjög mikið af peningum undanförnum árum í að kaupa í rauninni varaafl og við erum komið með núna 9 staði sem eru með varaafl á staðnum, dælustöðar. Við erum með 9 aðra staði þar sem er varaafl, tengill fyrir varaafl og við þurfum bara að koma, við eigum sem sagt 5 færanlega varavélar og við getum sett þær á mikilvæga staði ef það verður rafmagnsleysi þannig við getum spilað úr þessu. Við erum líka með stýrikerfi sem keyrir kerfin okkar, það er komið á varaafl líka, þannig að þó komið eitthvað blikk þá dettur það ekki út og skapar óþarfa vesen og noise. Og svo erum við líka með í rauninni ef allt verður rafmagnslaust og internetið fer út og við getum ekki stjórnað í rauninni kerfinum okkar eins og við gerum bara venjulega í tölvunni, maður loggar sig bara inn og gerir ýmislegt. Að ef allt fer út og dælustöðvarnar reykir í Fnjóskadal fer að keyra bara sem eyja, þá eru staðstýriskjáir þar, þannig að það getur bara farið einhver einstaklingur þangað og stýrt í rauninni öllu bara, það er bara tölvuskjár í rafmagnskassanum og maður getur gert allt sem maður gerir venjulega í tölvunni. Og svo erum við löngu búin að átta okkur á því að þegar allt lendir í viftunni og tölum ekki hvað það er, þá dugar ekkert að tala í gemsa. Tetra er málið, við erum búin að taka upp samskipti í Tetra og þegar það þarf að hafa í rauninni samskipti við stóran hóp þegar við þurfum að samræma fráveitu, rafveitu, hitaveitu og vatnsveitu, þá tölum við saman í Tetra og við erum orðin býsna góð í þessu og erum alltaf að æfa okkur betur og betur. En mig langar kannski til þess að segja ykkur líka, þeir eru búin að renna svona lett yfir veiturnar, að hvað við höfum verið að díla við á undanförnum árum. Aðal brasið okkar, það hefur náttúran séð um. Það er árið 2006 í desember, þá kom mikið vatnsveður og hiti eftir mikla snjósöfnun og stíflan í Djúpadalsvirkjun, við eigum Djúpadalsvirkjun 1 og 2, hún fer á yfirfall. Yfirfallið höndlar ekki í rauninni allt vatnsmagnið sem fer þarna yfir og sagar stífluveggi niður og það fer rosalegt flóð niður Djúpadalsána. Það fór allt í kássu. Hérna sjáum við rauninni neðri virkjuna, þetta eru 2 virkjunahús og vatnsmagnið fór alveg hingað upp og það var allt ónýtt inn í húsinu. Og þetta var rosalegur atburður, þetta var mikið tjón. Hérna sjáum við brúna sem er rétt fyrir neðan virkjunina og vegurinn sópaðist í burtu sitt hvoru megin, brúin stóð ennþá og þetta var mikið atrið, þetta kostaði bras. Árið 2018 í október þá kom mikið vatnsveður og þá lendum við í því að það kemur aurskriða á stofnlörun okkar frá Laugalandi, rétt fyrir ofan matjurtagarðana. Það var mikið vatnsveður, Hagahverfi var í byggingu og það var ófrágengin regnvatnslögn sem kom niður úr Hagahverfinu. Við sjáum hérna Hagahverfið eins og það liggur, hérna er safnaðurinn í regnvatni, það eru náttúrulega og það kom eiginlega allt hérna út og núna erum við búin að grafa eftir þetta, var grafinn skurður sem kemur hérna út í læk og þetta fer út í sjó, en það var ekki búið að grafa þennan skurð á þessum tímapunkti, þannig að rauninni túnið hérna fylltist bara og hérna sjáum við, hérna kemur gil niður og hérna fer bara fyllan úr, þetta verður bara aurskriða sem kemur hérna niður og hér er hitaveitulögnin okkar. Þetta var alveg rosalegur atburður, skriðan kemur hérna, það er mikið á trjám og hérna í brekkunni sem hægði eitthvað þess á, en allir sem hafa upplifað aurskriður vita að þær eru rosalega, þær eru þungar og það er mikill kraftur í þeim og það er ekkert grín að verða fyrir þeim. Hins vegar stóðst lögnin þessa aurskriðu sem er eiginlega alveg magnað og sýnir okkur líka hvað þetta mannvirki sem þessu lögn er ótrúlega góð, en auðvitað vorum við líka heppin.
Förum þá til 2021 í júlí, þá komu öflugar leysingar og það kom mikill hiti eftir kalt vor, ef var eftir að segja kalt vor í júlí. En það var bara þannig að það var ágætis hiti í apríl en maí og júní voru bara kaldir. Hérna sjáum við rauninni fnjóskana og hérna erum við að horfa rétt fyrir á Illugastaði á veginn heima Reykjum, þar sem við erum með hitaveituna og þarna skóf fnjóskáin rauninni með stórt svæði sem safnaði sér vatni og hún stækkaði verulega mikið og tók veginn í sundur á 2 stöðum. Hún tekur hérna rauninni brúin sem hjá Illugastöðum, hún liggur hérna yfir fnjóskana og það munaði bara eiginlega engu að brúin færi eða vegurinn hérna í kring og inn í þessari brú stofnlögn hitaveitunar í Reykjaveitunni sem 54 km löng og allir fyrir neðan Illugastaði hefðu orðið hitavatnslausir. Vissulega að sumri til kominn hiti en það hefði orðið áskorun að leggja nýja lögnarna yfir og sem betur fyrir sluppuðu með þetta en það mátti engu muna. Þannig að þetta svona náttúran að kasta á okkur. Og það eitt að eiga við náttúruna og eiga við í rauninni við eigum veðurspár og það hægt að reikna út líkön fyrir alls konar og hægt að gera alls konar og við getum svona þokkalega séð fyrir náttúruna. En það annað sem ótrúlega erfitt að sjá fyrir. Það þetta fólk. Glæpamenn sem að búa á internetinu. Og þetta eru löngu hættir að vera einhverjir sveittir táningar sem í sama bólnum í 10 daga og búi í kjallaranum með mömmu sinni og vera að fikta eitthvað. Þetta raun iðnaður. Og ótrúlega magnað og eiginlega furðulegt að vita til þess að við erum veitufyrirtæki á Akureyri sem reyndar nafnlega heimsins, en við erum 20.000 manna bær og okkur sýndur ótrúlega mikill áhugi. Og það nú bara gaman að segja frá því að við erum nýlega búin að skipta bæði forstjóra og fjármálastjóra og skömmu eftir að það gerðist þá sendi forstjórinn, fjármálastjóranum, hann Kristínu, post það að það þyrfti að millifæra eða borga reikning og sem betur fyrir nú Kristín snjallari en meðalmaðurinn, þannig að hún uppgötaði að þetta var falspóstur. En þarna voru einhverjir, hann var skrifaður á fullkomnu íslensku, þetta var ótrúlega vel gert í rauninni. En þarna það sýnir bara, það var nýbúið að skipta fólk, einhverjir búin að þefað upp og reyna, leitum einhverjum veikleika, hann nýtt fólk og við skulum reyna að herja á það. Þetta alveg ótrúlega magnað og þetta sýnir okkur bara það að við verðum algjörlega að bara hugsa okkar gang. Það sem við höfum gert í rauninni að þökk þessu fólki við erum farin í margþátta auðkenningu sem þannig að þegar ég að vinna heima hjá mér á kvöldinu og helgar þá þarf ég að logga mig inn með 1000 stafa lykilorðinu og hástöfum og lástöfum og öllum táknum og ég þarf að muna þetta. Ég fer í síma minn og ýta á þumalinn og stimpli númer og geri alls konar og þetta allt þessu fólki að þakka að við erum verið að búa til eins góðar girðingar og við getum því að við ætlum ekki að tapa þessari baráttu. Við borgum líka fólki fyrir að brjótast inn í kerfin hjá okkur. Það ótrúlega dýrmætt að reyna að fá einhverja til þess að finna hvar veikupunktarnir okkar eru. Og svo erum við með æfingar NSN, netöryggi raforkukerfis, þar sem að veitufyrirtækin að vinna saman til þess að finna í hverju aðrir hafa lent og deila fróðuleik og saminuð við sterkari. Netkerfi Norðurorku rauninni 2 kerfi. Það annars vegar IT sem skrifstofukerfið okkar. Þar erum við að díla við þessa falspósta og þar erum við að díla við einhverja gagnagíslatöku þar sem við verðum að reyna að senda okkur og fá okkur til þess að smetla á einhverja hlekki og gera einhvern fjandann á okkur þannig að þeir geti svo tekið alla serverinn okkar í gíslingu. Besta aðgerðin á móti því bara vel upplýst starfsfólk og tölvukallarnir okkar, ég má segja kallar, þeir eru bara kallar, þeir Ási og Bjössi eru bara ótrúlega góðir í að upplýsa okkur og við erum orðin ótrúlega og ef einhver sendir mér link einhvern tímann og sendir ekkert með því, ég ekki bara leiðilegur með heitapotta, ég algjörlega hættur að smetla á alla linka. Þannig en þetta skiptir rosalega vel miklu máli. Svo erum við líka með OT-erun, það eru stýrivélarnar sem keyra kerfin okkar í hitaveitunni, rafveitunni, fráveitunni og vatnsveitunni. Það rauninni lokað kerfi sem stýra kerfunum okkar. Þar skiptir rosalega miklu máli að sé enginn inni því við viljum ekki missa kontról á þessum kerfum. Við viljum bara hafa þetta í lagi en þar erum við að berjast í tvennt í rauninni. Við viljum annars vegar kaupa búnað sem endist í mörg ár, 10 pluss ár, en 10 pluss ára gamall búnaður, hann orðinn dálítið úreltur varðandi netöryggi. Þannig við erum að reyna að dansa einhvern línudans þarna til þess að gera þetta eins vel og hægt Þannig að við reynum virkilega en þetta orðin ótrúlega stór faktor í okkar lífi. Og hver þá niðurstaðan? Niðurstaðan svo að það ekki hægt að sjá allt fyrir sem getur gerst. En við hjá Norðurorku, við munum ekki og ætlum ekki að treysta á heppni. Þess vegna mikilvægt og að COVID sé búið, þá rosalega mikilvægt að vera á tánum
Og eins og Eisenhower sagði, plan is nothing but planning is everything. Þess vegna mitt ég ákvaða að hlífa ykkur við því að sýna ykkur allt úr öryggishandbókunum okkar og neyðarstjórnunarbókunum okkar og öllum áætlunum okkar, hvernig við getum skammtað rafmagn, skammtað heitt vatn, gert hitt og þetta. En þessar áætlanir, ef það liggja ofan í skúffu og gera ekki neitt, þá er það einskis virði. Við þurfum að endurnýja þetta reglulega, við þurfum að hugsa hvað er í gangi. Ef við höldum að við séum komin á góðan stað og séum bara með allt upp á 10, þá fyrst erum við í vondum málum. Og við ætlum ekki að vera þar, við ætlum að vera einu skrifu undan, allavega eða 2. Þannig að bara, takk kærlega fyrir og vonandi var þessi létta yfirferð vonandi einhvers vísari. Takk, takk. Takk fyrir ykkur. Já, takk kærlega Hjalti, þetta var mjög fróðlegt og áhugavert. Ég er eiginlega svona dolfallinn yfir öðru. Ég veit þú mjög klár og snjall og kantmargt, en það sem ég tók út úr þessu, og mér skeggjaði, að Hjalti var mikið mun að vera á tíma. Og framan af talaður bara venjulega hraða, svo leist á síman, þá fórstu í 1,5, eins og maður gerir á Netflix, og svo leistu aftur, þá fórstu á 2. Og kláraði þetta þannig, en maður skildi samt allt. Þetta ætla ég að tileinka mér. Þá 3. Ok, þetta fannst mér alveg magnað. En já, nú erum við komin í umræður og fyrirspurnir. Og nú ætla bara að opna verndarskrá og þið getur komið með ábendingar eða spurningar til þessara 6 fyrirlesara. Endilega skjótið inn spurningum. Við erum hérna með kollega Sigurvegar úr boxinu, Mike Tyson. Nei. Þið þurfa að tala í hann vegna þess að þessi er streymt og þetta er tekið upp, þannig að þið þurfa að tala í Mike ef þið ætlið að biðja um orðið. En orðið er laust. Ert þú að fara Þröstur eða viltu fá orðið? Það var það eitthvað nýtt. Hvað segir þið? Allir orðnir bjórþyrstir, eða hvað? Þarna er beðið um orðið, þú byrja bara á að kynna þig og... Með þessar hitastígshólur, Hitastígulshólur. Stígulshólur, já. Og hvort það hafi eitthvað komið út úr þessu, það sem búið er að bora hérna í nágrenni Akureyrar. Þannig að þessi þá beint í Sigurvegar reiknaði með. Viltu ekki bara koma hingað Sigurvegar, en það sést í... Já, það er sem standa verið að vinna í því að skrifa skýrslu þetta og taka þetta allt saman. En þetta eru skýrustu merkin sem hafa fundist hingað til, sem ég nefndi þarna í Fálkafelli og við Akureyri og í Þorvaldsdal. En síðan hafa fundist svona ákveðna vísbendingar, ekki alveg eins skýrar, til dæmis í holu sem að Finnur boraði við Ytri Varðgjá. Þar kom svona lítillega hækkaður stigull sem sást og það var á einhverjum fleiri stöðum, til dæmis við Ytra Gil sem var líka hár stigull, en það kom reynda kannski ekki á óvart af því að það var heit laug þar einu sinni. Þannig að það var svona þekktur staður. En þetta er það sem að ég man eftir núna. Það gæti verið eitthvað meira sem ég veit ekki, en það skýrist allt þegar að þessi skýrsla kemur út. Takk fyrir það Sigurveig. Fleiri sem vilja leggja orð í belg. Gefa þessi 5 sekúndur, sem ekkert var að drolla við þetta. Þarna, Eyþór, gjör svo vel. Já, takk. Ég heiti Eyþór og mér langar að beina spurningunni til okkar ágæta gests, Jónu Hrefnu. Af því þú ert nú mannauðsstjóri og ég veit að þetta eru miklar áskoranir, eitthvað svona í nokkrum setningum, hvernig þið hafið tæklað
bara það að halda mannauð og láta þeim líða svona sæmilega í þessum aðstæðum sem þau vera að fást við? Já, takk fyrir. Það er búið að vera svolítið krefjandi að halda öllum bara góðum. Þetta er búið að vera mikil vinna á fáa í óbúslega langan tíma og við höfum farið í það að bara vinna með fagaðilum. Við höfum fengið inn í teymin. Mesta vinnan er auðvitað á iðnaðarmennin okkar, svona þessi hardcore vinna, meðan við hin erum svolítið öll bara inn í búblun okkar hérna á Brekkustígnum. En við höfum fengið fagmanneski með okkur í því bara að styrkja hópana. Þeir hafa sjálfur komið með, þeir vildu styrkja sig í því bara hvað ef eitthvað gerist. Hvað ef einhver lendir onni í einhver og einhvern manntjón verður eða hvernig það var. Þannig að við höfum verið að vinna töluvert með það og kannski að skemmtilega, og þetta er ekki skemmtileg vinna, en það skemmtilega sem er að gerast að við finnum að það er svona meiri þéttleiki í hópunum og starfsánægja, ótrúlegt en satt, er að fara upp á við á milli ára þrátt fyrir allt þetta. Þannig að kannski sýni það að svona hamfarir þétta okkur betur saman. En það er búið að vera ótrúlega magnað að tala við og fá fólk til að í öll þessi störf. Þetta er búið að vera, eins og ég segi, langt tímabil, þetta eru tímafrekar aðgerðir, en það hafa allir sagt já alltaf. Þannig að við erum ótrúlega stolt af því. En við höfum líka reynt að gera, við tölum oft að við erum á þessum hamfaratímum, svo kemur svona smá bil og þá reynum við að gera eitthvað skemmtilegt. Við reynum að fá fyrirlesara, við reynum að svona létta aðeins andrúmsloftið, þannig að við séum ekki bara alltaf að tala farir. Þannig að við höfum reynt að bara fá hugmyndir frá fólki og þetta hefur gengið ótrúlega vel og er ótrúlega stolt af öllu okkar fólki og svona bara eiginlega samfélaginu líka. Þetta ásöldi líka við bara samfélagið á Suðurnesjum. Veit ekki hvort við erum svona vön að því við horfum á vini okkar í Grindavík sem ekki mega búa á heimilunum sínum, þurfa að fara og margir í erfiðri stöðu. Að þegar að þetta heitavatnsleysi var og fólk var í köldum híbýlum yfir góða helgi, að þegar fréttamenn voru að reyna að finna neikvæðu hlutina og reyna að finna neikvæða fólki sem var brjálað yfir þessu, það fannst eiginlega ekki, sko. Þannig að þetta er svona, já, það er gaman að því hvernig allir hafa bara svona tekið þetta á jákvæðinu og gleðinni og bara tekið þátt með okkur í þessu, sko. Þannig að það er, já. Takk fyrir það, kærlega. Tóni, ég sá Sipunar, hún sagði hamfarir með hái. En orðið er laust. Eru fleiri? Svo virðist ekki vera. Ég gefi sér 5 sekúndur í viðbót ef einhver er að brenna inni með eitthvað. Svo er ekki. Þá ætla ég að afhenda fundinn til Eyþórs Björnssonar forstjóra Orku og þakka kærlega fyrir mig og svo minglum við fram og eftir. Takk fyrir mig. Já, gott fólk. Mér langar nú að byrja á því að þakka fyrir mjög góða mætingu á þennan fund. Það hefur verið vel mætt og gaman að sjá að það er mikill áhugi á okkar viðfangsefnum. Eins og þið hafið séð og heyrt á þessum fyrirlesturum, þá voru margar áskoranir í þessu verkefninu, eru stór og smá, en heilt yfir eru þau skemmtileg. Og þegar Hjalti Steinn fór yfir áskoranir okkar á eftir Jónu Hrefnu, þá var það nú pínulítið svona ekkert voðalega merkilegt. En auðvitað eru þetta alvöru áskoranir, við erum í góðum málum og við búum svo vel eins og þið heyrðu og sáuð að við erum með öflugt fólk til að takast á við þessar áskoranir og framtíðin er björt hjá okkur. Mér langar að þakka fyrirlesurunum fyrir þeirra góðu framsögn og mér langar að þakka Jónu Hrefnu sérstaklega fyrir að koma norður og vera með okkur og ég ætla að taka undir með fundarstjóra að við fylgjumst með ykkur af aðdáun og ég biðji fyrir góða kveðjur heim. Og minni á við erum með veitingar frammi, biðji ykkur að koma með og njóta og spjalla. Fundi slítið. Takk.